Komiði sæl og verið velkomin í klefan. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Sæl og velkomin í klefan. Herðu, nú heimsmeistarmótið í frjálsum að fara að hefjast núna 13. september á laugardaginn og í viku, eða líkur þess að 21. september. Mótið fer fram í Tókíó og við Íslandingar eigum 3 keppendur á mótunum sem eru öll kastarar. Erna Sóley Gunnarsdóttir, hún ætlar að keppa í kúlu, Sindri Hrafn Guðmundsson í spjótkasti, Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Og mér langaði að gera þátt HM því að ég veit að það oft skemmtilegra að horfa á svona mót þegar maður þekkir aðeins betur til. Og sjálfsögðu fékk ég bara aðal sérfræðing okkar Íslendinga, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, sem náttúrulega okkar sérfræðingur frjálsar og algjörlega uppáhalds íþróttalýsandinn okkar, með fullri virðingu fyrir öllum hinum. En við ætlum aðeins að fara yfir greinarnar, spá og spekulara og vertu velkomin. Það bara þakka þér fyrir, takk fyrir að hafa mig. Já, við skulum sjá hvað við getum gert. Þú veist, eins og ég nú þekktu fyrir að spá villust fyrir sigurvegara, þannig að þetta fer einhvern veginn. Já, við skoðum þetta aðeins, en sko, þetta orðið mjög flóknar en þegar við vorum yngri. Við vorum sem sagt saman í landsliðinu á sínum tíma. En ég þótt að ég var náttúrulega bara baby. Nei, ég segi svona. En allavega að komast inn á móti, einu sinni var þetta nú bara þú þurftir að hlaupa ykkur ákveðna tíma eða kasta ykkur ákveðna lengt. Í dag þetta svolítið þannig að þau eru með erfiðari lágmörk, þannig að þau vilja bara helmingurinn sem sagt ná í lágmörkum og restin í raun og veru svona stiga söfnun. Þú veist, þannig að þú fær ákveðin stig fyrir ákveðin árangur en þú fær líka stig fyrir að mæta ákveðin mót. Já. Og það eru tekin held í 5 mót saman. Já, og það líka sko suma þessum mótum eins og að vinna landskeppni, það sem skiptir máli fyrir þessa krakka hjá okkur heima að koma og verða Íslandsmeistarar til dæmis. Já, það gefur auka 100 stig, veit ég sko. Já, þannig að og það sem sagt, já, og það gott fyrir okkur líka Íslandi í frjálsum að fá okkar bestu keppmendur á Íslandsmeistaramóti. Já, þetta bara algjört vinn, en svo nefnilega kannski ekki sem allir vita, en World Athletics, þau eru svo mikið að stjórna öllu núna, sko, og ég nefnilega mótanemnd að við fáum bara 2 dagsetningar á ári sem við megum halda Íslandsmóti. Já. Og í ár einmitt var það mjög seint, það var eitthvað 27. ágúst, en það var annarkvort það eða Verslunarmannahelgin. Já, ok. Þannig að við fáum að velja svona eitthvað, þetta svona smá skrítið, en svo það er alltaf talað 3 frá hverju landi max. Já. Og svo þú veist, því ég er búin að lesa yfir þetta alltaf, það eru náttúrulega einhverjir, þú veist, eins og Bandaríkinn svolítið með sumstað 4 og ástæðinu svo það þetta eru fyrrum heimsmeistarar, þannig að þeim fá alltaf sæti. Það fá allir séns á að verja titilins. Já, en ég held samt að þurfa að sýna einhvern árangur einhvers staðar, en samt ekki, nei, það virðist ekki vera. Nei, sko, þú gæti þurft að hafa allavega sýnt að þú sért einhvern veginn, þú getur þetta sko, Já. En ég man eftir því einu sinni kom þarna ólétt kona og komin aðeins og leið sko og hljóp sko og hún átti rétt á að koma og koma kefti. Why not sko. Já. En svo nefnilega líka sem að fólk kannski veit ekki, sem mér finnst allan áhugavert, að mótin eru flokkuð í svona ABCD eitthvað, E-mót. Já. Og það auðveldar að komast inn í eitthvað D og E-mótin, en ABC-mótin sko erfitt að komast, auðvitað bestu þar, en það líka mestu peningarnir og flestu stigin, en þú kemst ekki inn nema þess að þú sett með umboðsmann. Já, ég vissi það ekki. Nei, og sem sagt, það ástæðan fyrir að ég sit núna heima að læra fyrir umboðsmannapróf, því það ekki íslenskur umboðsmaður, út af því mér finnst alveg galið að þau komast ekki á mótin, sko. Nei, því þau hafa ekki umboðsmann. Nei, þú verður að hafa eitthvað svona representative, sko. Það aldrei merkilegt í raun og veru, sko. Því að þegar við vorum í þessu sko, þetta vorum ekki að fara á kannski þessi stærstu móti, en þegar maður var að fara á þessi móti þá sendir maður bara tölvupóst mótshaldara sko. Já. Og bara hvort það væri ekki að fá pláss þó það væri byrja í B-riðli eða eitthvað svoleiði sko. Já. En þú sér sko, þú veist, ég meina eins og Daniel Ingi, langstökkurinn okkar, hann á 8.21 og þegar hann stökk það komst hann samt ekki inn á stór mót út af því það var ekki einhver til þess að tala málans, já. Nei, þannig að það margt áhugavert í þessu. En ánum byrjum líka, þá langaði mig líka aðeins að tala prize money. Já. Og út af því, þetta svona, ég var eitthvað að hugsa þetta á hann, ég held bara, já, þetta alveg magnað, þú veist, auðvitað færðu gullverðlaun og þú bestur í heimi,
en þú fær líka, þú veist, 8,6 milljónir fyrir fyrsta sæti og þú veist, sjálfsögðu hjálpar það með að fá alla sponsora styrki og allt þetta, þú veist, en sko fyrsta sæti 8,6, annars sæti 4,3, þriðja sæti 2,7, munar útrúlega miklu á þessu. Á háum núna. Já, og World Record Bonus $100,000 sem eru svona 12 milljónir og ég fór þá að fletti hvað Duplantis búin að setja mörg sem heimsmet. Hann búin að gera 13 sinnum. Ef það 12 milljónir hver skipti þá var það 160. Þetta nefnilega þegar þið byrjuði með þetta byrjaði á 10. áratögnum 1990 eitthvað, þá gáðu þeir öllum Benz sem unnu á heimsmeistaramóti og það magnast að var að Helgi Byrsi Lassi bílskjulhlauparinn, hann var búin að vinna talsveit í 5 og 10 km hlaupum og átti slatta bensum heima en hann hafði ekki eins og bílpróf, þannig að hann var aldrei búin að taka prófið. Þá var það, þetta var á þessum tíma þessum þetta að færast yfir úr svona sem við getum sagt amatúrisma eða raunverulega áhuga mennsku yfir í atvinnumennsku. Frjálsar voru býsna lengi svona í áhuga manna geiranum sko. Bara algjörlega. En svo demantsmótin, þau náttúrulega eru og hafa alltaf verið stór, bara finnst það vettum að sína meira af þeim. Sko, gullmótin voru alltaf sýnd á RÚV, þau voru 7. Demantamótin þegar fór yfir þau urðu svo miklu fleiri, það var svo erfitt að meta hvað ætti að sína þegar þetta fór yfir og svo keypti nú reyndar held ég Stöð 2 sýningaréttin eða eitthvað svoleiðis eða sýnið eða þannig. En þetta kosturinn með gullmótin var að þau voru fá, þau voru í 2 tíma og svona, en gallin við að það voru bara ákveðna greinar sem voru gullgreinar, fóru á gullmótinu og aðra greinar, þannig að þú varst óöppin og þín greinin var ekki undir þegar þú varst í topp ári að þá fyrstu miklu minna veluna fyrir heldur en ef þú hefðir bara mætt sko. En þetta ég held þetta væri 5 mót núna, þetta? Já, kannski eru þau að fara sko, ég held þau væri fleiri, þau voru allavega fleiri í upphafi sko. Já, ég man eftir því nefnilega fyrst sko. En ef þau eru bara 5 þá náttúrulega maður sjálfsög að sína þau. Já, og svo sko eitt svona lokamót og það til dæmis bara fyrir að vinna bara mótið, þú veist, demantamótið bara þessi venjulegu, þá getur þau unnið sko kannski 3 milljónir eða 1,5 til 3 milljónir en svo lokamótið, þú veist, þá alveg 6 milljónir í pottinu. Já, það meira þar sko. Já. En ok, herru, við skulum vinda okkur í þetta. Mér finnst svo gaman að öllu svona bak við tjöldin líka, sko. En við ætlum að byrja á spretlibunum og eigum við ekki bara að fara strax í 100 kalla? Jú, 100 og 200 kalla, þetta náttúrulega kannski svona líkar greinar og það eru, sko, þeir eru margir með góða tíma en þeir eru náttúrulega stóru kallarnir frá því fyrra, Keeson Thompson frá Jamaica og Noah Lyles, olimpíumistari og þeir eru þarna, Lyles á ekkert besta tíman en hann olimpíumistari, Keeson Thompson átti besta tíman í fyrra líka, var annar olimpíuleikunum, þeir eru svona kannski líklegir. Kenneth Bednarek, Bandaríkjamaðurinn, hann var annar í 200 í fyrra, þannig að þetta eru svona kannski þessi sem maður myndi búast við og svo náttúrulega líka hann Tebogo frá Botswana, hann olimpíumistari í 200 og svona og hann fekk silfur á HM síðast í þessu og ég held hann hafi verið 3. líka á olimpíuleikunum 100. Já, sko, Fred Curley var 3. í 100. Nú, ok. Býtu við ég rugla kannski. Nei, ég held að Fred Curley hafi verið 3. Okay. En þarna en já, að hann sem sagt, það svolítið gaman þegar þessi Botswana-menn fóru að koma hann á fullu í spretlubin og bara gaman að hafa meiri fjölbreytni í þessu. Algjörlega, en hvað heldur þú veist, eins og Noah Lyles, nú hann ekki þú veist, hann á bara 12. besta tíman á árinu sko. Í 100, já. Þú veist, hann ekkert endilega þannig, þú veist, hann alltaf meiri 200 metra hlaupari en þegar þú ert sko, hann samt svona sjómann algjör, þú veist, hann bara, þú veist, nú sviðið mitt og hann vann 100 metrana í fyrra, ég held í 200 metrana, það komur endur eftir og hann hefði verið eitthvað lasinn með COVID eða eitthvað ég var þar ég held, mér fannst í 200 metranum í fyrra á olimpíuleikum að hann væri bara að missa spennustíð, það hefði bara mista of hátt í öllu svona showcase-unu eða sjómannsdótinu sko hann fór alveg yfir hann ég held það sko við vorum hann, við sátum ekkert langt frá hver öðrum með þessi í stúkun á olimpíuleikunum og hann kemur inn hoppandi alveg, hann var eins og fíbl hann eyddi alveg gríðarlegri orku þarna og þetta eru
200 metrar. Ég held samt að hann sé þarna að reyna að hæpa sjálfan sig en hann að reyna að hafa áhrif á hina að vera eitthvað svona, þú veist, ég er svo miklu stuði og þetta allt sko en sko, svo er Keith Thompson sem á besta tíman, hann er búin að hlaupa á 9.75 og Kenneth Bednarek frá Bandaríkjunum, hann er 9.79 en málega sko, þú veist, þessi Keith Thompson, hann virðist ekki hafa þetta að vinna sko. Nei, ekki sérstaklega ekki stórmótunum, þetta minnir maður svolítið á Asafa Powell. Já. Asafa Powell er semlega besti hlaupari í heimi áður en að Usain Bolt kemur fram frá Jamaica en hann á einhver, fyrir utan boðhlaupaverðlun og einhver einu verðlun frá stórmótum, hvort það voru bronsuð eitthvað svoleiðis, hann einhvern veginn, þó hann ætti heimsmeti í 100, þá gat hann aldrei komið sér í gegnum þetta sko. Það er líka sko, sumir eru bara sigurvegarar eða vinnar í eðlinu og sko vinna á mótum þó þeir eigi ekki endilega bestu tímana. Með svona einhver svona taugarnar og adrenalínið og stemmingin sko. Og eitthvað. Og hver heldur að vinni? Sko, ég held jafnvel bara að Bednarek taki þetta sko. Já. Ég er ekki, sem sagt, eins og ég segi, ég held að Spennistíð og Thompson verði kannski ekki alveg rétt, en ég myndi halda þetta annarkvort þeirra, Bednarek eða Thompson. Sko, svo eru nefnilega margir að veðja á Oblique Seville frá Jamaica. Ég held að hann verði palli. Já, hann er náttúrulega mjög góður líka, sko. Já, og ég held að Kenneth og kannski Tebogo. Tebogo mun örugglega sko berjast þetta og það verður eins í 200, það verður að Lyles og Bednarek og Tebogo sem munu slást sigurinn það sko. Ég er bara 100% sko. Já, þetta er bara eins og í 200, það er komður einhverjir tæplega 15 hlauparar undir 20 sko. Ég veit það er rosalegt. Svakalegi tímar sko. Já, það er rosalegt. En það er sko með 200 metruna, já, ég hugsa einmitt. Ég geti trúið því. Tebogo, Lyles og svo ég held svo sem að Nóa hann sé ekki að fara að tapa aftur fyrir Tebogo í 200 sko. Nei, hann hlýtur nú, eins og sé, hann hefur örugglega lært í fyrir, hann er sigurstranglegastur í 200. Já. Hann er það bara, hann er fljótastur í 200, búin að hlaupa langkraðast í ár. Já. Og á 1931 þar fyrir utan sem er bara bandarist met, minni mig. Það getur verið. Minnir að Johnson hafi 1936 frekar en 26. Já. Held að hafi 1936, þannig ég held að hann hafi slegið það met og þannig ég held að hann sé ekki að fara að taka 200. Nei, ég held ekki, en ég held að svo keppni verði mjög spennandi sko. Mjög skemmtilegt sko. Ég var alveg hissa, þú veist, þegar Tebogo vann svona sannfærandi í fyrra sko, en svo var ég að lesa eins út af því það er eitthvað svona vídeo á Athletics síðunni sko, Tebogo og það voru einhverjir vinir hans, eða þú veist, þess að mammas deyr 2024, hún deyr í fyrra og hann var náttúrulega bara alveg, þú veist, þau voru mjög náin sko og hann bara mætti ekkert á æfingar, þetta var fyrir Ólympíuleikana og hann bara mætti ekkert á æfingar, í 3 vikur hann bara fór hann ekki úr sófanum og enda með að vinir hans og æfingafélaginu komu heim til hans og voru bara, komdu allavega að horfa á æfingu og sjáum hvort það kvikna á einhverju sem að gerði, og hann endaði Ólympíumeistari það er svo gaman að svona sko. Já, setur eins og í 200 setur Afríku met sko. Já. 1946 og hann er alltaf rosalega 400 metra hlaupari líka. Já, hann er góður þar. Herðu, 100 kvenna. Já, það er sem ég nú líka svolítið gaman með 100 kvenna, ef ég sá þetta rétt að þá voru þær skráðar til leiks þarna Shelly-Ann Fraser-Pryce og Elaine Thompson sem voru upp á sitt besta, eða er ég vitlaus Nei, Shericka Jackson segi ég, Shericka Jackson, ekki Elaine Thompson. Shericka Jackson, Shelly-Ann Fraser-Pryce og það er svolítið gaman að Shelly-Ann Fraser-Pryce er náttúrulega orðin, já ég veit ekki, er ekki alveg ágömmul og ég en hún er ekkert langt frá því sko. Hún er sko búin að segja að þetta er síðasta mótið hennar. Já. Þannig að þetta er síðastu 100 en svo verða 400 þá líklega síðasta. Hún verður náttúrulega, held ég ekki á palli sko, hún er búin að hlaupa hraðast þarna Jefferson Wooden frá Bandaríkjunum. Já. Og hún er nú tiltölulega, sem sagt, já hún var 3. í 100 í fyrra, þá hét hún Melissa Jefferson. Og þeirra Alfred frá St. Lucie vann, hún er búin að hlaupa talsveit hraðar en Alfred núna. Já. Reyndar þurfa Bandaríkjumennir að fara í gegnum sko, þeir þurfa að fara í gegnum þarna
þetta erfiða úrtökumót Já, bandaríska meistaramóti og það sem sagt gerir það oft erfiðara fyrir og þau hlaupa oft ógeðslega hratt á bandaríska úrtökumótinu því þeir verða bara að toppa þá annars komast þeir ekki í liðið og þeir ná ekki alltaf saman toppi aftur en svona hún þetta alveg 700 þetta verða hún og Melissa Jefferson og Julian Alfred sem munum berja sem sigurinn í 100 sko. Ég sko svo sé Carrie, hún náttúrulega verður þarna og við veitum ekkert hvar við höfum hana sko. Já, hún verður þarna líka. Já, hún náttúrulega heimsmeistari frá því síðast. Já, ok, ég var ekki búin að sjá hann á listan, ég var ekki að finna hann í gær sko. Já, hún þarna. Hún algjör jóker sko. Já, maður veit ekkert alveg hvar við höfum hana en hún sem sagt á leiðinni náttúrulega á bandaríska meistaramótið sem þau heldur bæði verslunarhelgina því þau veldu þá helgi þá var hún náttúrulega handtekin. Já, var það fyrir að lemja kærasta var ekki heimilisofbeldi? Jú, á flugvellinum sko og ég er búin að finna þetta alltaf á TikTok og finna vídeo sem hún bara eitthvað bara handtakanir bara á vídeo og búkamerunni sko og það dálítið magna að láta handtaka sér sko fyrir 2 árum þá var hann í banni út af marihuana hún svolítið svona bad boy eða hún bad girl það sem svolítið skemmtilegt sko ég er alveg sem að hún og Cardi B geti verið góða vinkona sko en svo skal ég segja þér að ég var nefnilega skólafélag gamlan sem býr í Kaliforníu og vinnur á hótel þar sem þeir halda alltaf stórt mót í Kaliforníu og hvert einasta vor og hann hefur komað hann stóri íþróttamenn og hann sagði að hún væri óskaplega indal Sha'Carri Richardson, óskaplega indal hún var þess að þú plantis það ringdi upp í nefið og honum sagði hann það sagði hann sko en hún sagði þessi Sha'Carri Richardson sem var opaslega indal og elskulega sagði hann Já, en sko, fyndið að segja það út af því að vinkonum mín að þjálfa á sömu braut og Noah Lyles á og kannski kemur ekkert á óvart en það fyrir ekki gott orð á honum og hún sagði mér að þú veist, hann er mjög heitt í Flórida og það var einhverju krakkar sem biði 3 tíma eftir 100 árið eftir að hann kláraði æfingu og hann labbaði fram hjá þeim og hann heilsaði þeim. Þetta var allt eitthvað svona, hún sagði bara, nei, Silja, þið langar ekkert að hitta hennar mann. Nei, ég get alveg, hann hefur svo sem kannski ekki verið góð að hann hefur átt í þunglindastríð og svoleiðis. Já. En ég held í 200, hins vegar þar verði Alfred sterkust. Ég var svolítið hissa, hún skildi ekki vinna 200 metrana á Ólympíuleikunum í fyrra. Já. Hún bara svo sterkur hlaupari en Gabi Thomas vann í fyrra. Já, hún ekki meitt með núna, hún meitt. Ég held að Julian Alfreds, hún takir þetta bara easy, sko, en Shericka Jackson alltaf að koma, en við vitum ekkert alveg hvernig staðan á henni, en þú veist, ég googlaði hana, Shericka Jackson, hún frá Jamaica, 31 árs og á núna í ár, 13. besta tíman á árunni, þú veist, í 200, en vissið þú hún var 400 metralaupari? Hún og Fred Curley, þau byrja bæði 400, eru heimsklassa 400 hlaupara, færa sér niður og hafa bæði unnið verðlaun í 100 á stórmótum. Galið. Það algjörlega galið að koma svona niður. Þau byrjuðu bæði og Fred Curley sem bara farið að hlaupa var 3. Ólympíuleikunum í 100 í fyrra þau byrja bæði sem 400 hlaupara og eru nógu góðir til að komast í úrslit á stórmótum og ákveða sér næstu að ég prófa bara 100 sem náttúrulega það allir í 100 að vilja allir vera í 100 sko, það svona glamúrgreinin og svoleiðis sko, þannig að manni finnst þetta í raun og veru algjör klikkun en þeirra transition hefur virkað mjög vel. Hún á sko brons frá HM í 400 2 og fer svo, á hún ekki gull í 100 einhverstaðar, eða er hún á brons eða silfur? Hún heimsmeistari 2022 og 3 í 200 silfur á HM 2022 í 100 og 2023 en sko hún á 49-47 það störlaði tími sko og svo sér maður hann að sko hlaupa í djamaskasveitinni 400 en maður sér hann ekki, akkur hlaupur hann ekki 4400 líka, þetta eins með Fred Curley akkur hlaupur hann ekki 400 líka en ég held að Julian Alfred hún tekur held í 200 og ég held að Melissa frá Bandaríkjunum ég held að hún gæti komið í öðru seti sko. Já, ég svona finnst það líklegt en það er mjög fyndið því ég var eitthvað að googla sem sagt hröðustu tímana í 100 metra hlaupi kvenna og þá held ég að vera stafsetningavilla því að í 3. sæti Tina Clayton og í 4. sæti Tia Clayton. Já, það eru systur eða ekki? Það eru tvíburar. Það eru tvíburar frá Jamaica og hlustaði nú, tíminn hjá Tínu er 10.81 tíminn hjá 10 er 10.82
þú veist, þetta er geðveikt fyndið. Þetta getur nú eiginlega ekki verið jafnara sko. Nei, þetta er bara fárulegt sko. Já. Og það eru báðar alltaf fíldar á öllum myndum sem ég fann að það get ekki verið skemmtilegar. En nei, já, þetta verður áhugavert. Það verður áhugavert hvað Sherika gerir í 200 og hvað Sha'Carri Richardson gerir í 100. Já, nema það sem ég ætlaði líka að segja, út af því þær eru 4 í 100 metrar hlaupi frá Bandaríkjunum. Þær eru allar æfingafélagar og þær eru að æfa hjá honum hvað heitir hann? Dennis Mitchell. Dennis Mitchell Já. Sem fjall á lyfjaprófi. Dennis Mitchell var enn að keppa þegar ég var í bandaríska háskólanum og ég á mynd heimi hjá mér þar sem Dennis Mitchell var að keppa í Florida Relays og Melissa, sem besta vinkona Guðrunda konuna minnar, það voru bara að keppa í hástökki og hann situr með þeim í hástökstýrunum og heldur utan að þeim báðar en hann var eitt af stóru nöfnunum á 10. áratugnum 90s og hann ná einhver gull og silfur og hann er að þjálfa hann er að þjálfa þær og ef við horfum á sprint á Netflix þú veist, þá sér þann alveg allt þetta en hann er mjög umdeildur hann er með Sha'Carri, hann er með Kenny Bednarek, hann er að þjálfa hann þjálfaði Justin Gatlin á sínum tíma og eitthvað Aaron Brown og Kaylin Whitney og eitthvað og en hann já, hann er ekki Já, hann er með sögu. Já, sko, Justin Gatlin rak hann á sínum tíma. Út af því að hann var eitthvað tekinn á það heyrðist einhver upptaka eða eitthvað þar sem að hann var að bjóða Gatlin hvort hann vildi fá enhancement eitthvað og ég meina Gatlin hefur náttúrulega fallið tvisvar sem að lyfjaprófi. Gatlin var 4 ár í banni sko. Já. Og þess má geta, ég er hans nefnilega búin að spjalla við Gatlin og hann var búin að segja já við því að spjalla við mig í podcastinu, ég var að make it happen sko. En einhvern tíman las ég líka það að því að svo Gatlin er tekin ef ég man rétt fyrir svona ADHD fyrst. Já, sko, það er amfetamínlyfin og það er sem sagt sömu lyfin sem sagt og kveikja á sem sagt einmitt ADHD dæminu en þetta eru sem sagt það eru til L og D isoform af lyfinu og það er annað isoformi sem virkar sem sagt performance enhancing en hitt lyfið sem kveikir á ADHD fólkinu að það á að vera með hinu isoforminu ég man ekki hvort er L og hvort er D og það á hins vegar ekki að hafa áhrif á getu hins vegar á þessum tíma þá geta þegar að vera að skoða niðurbrotsefnin í þvæginu þá er ekki að greina hvort hann tók sko, hann hélt í allan tíma fram hann eða tekið þetta út í ADHD þannig að það væri gaman ef hún er að spjalla að fá aðeins ég myndi aldrei þóra að spyrja lyfjanotkun og lyfjapróf, ég myndi aldrei þóra því en ég las þetta á sínum tíma sko, því ég veit að sko, þetta eru til það eru fleiri efni í sko lífnafræðinni sem eru þannig að þau eru með L og D isoform og þú þarft að hafa semst annað formið virkar á einn hátt en hitt virkar á annan hátt en þó að niðurbrotsefnin sé eins í þvæginu eða blóðinu. Ég er ekki viss mér hafi skilað það sem það sagði. Kannski einhver annar sem skilað það. Nei, en ég ætlaði samt út að Dennis Mitchell að þau eru bjarsýn að því bandarska 400 hefur náttúrulega ekki alltaf gengið vel sko, en þau eru bjarsýn núna út af því þær þekkja svo vel og þær hafa þá geta æft þetta og kemistríið gott og eitthvað þannig að einhverju voru að tala að þú veist að heimsmyndi geti hugsanlega verið í hættu en ég veit það ekki. Það væri ekki ekki. Það væri bara gaman. En 400 kalla. Sko 400 kalla er svolítið erfitt sko. Ég er svolítið spenntið fyrir Matthew Hudson Smith þarna frá Bretlandi. Ég sammála. Hann var á Ólympíuleikunum í fyrra, hann hefur svona stórmót á reynsluna og það að fara í úrslit og stórmóti, það er ekki bara það að hlaupa hratt, þetta þú ert líka að hlaupa þrisvar, þú ert að hlaupa undan úrslit undarásin undan úrslit og svo úrslitahlaupið og 300-400 þú átt að vera í formi sko. Ég sé það er 1 dagur á milli sem er hellingan alls ekki nóg sko. Þannig að ég er svona spenntur fyrir honum sko. Já, ég er sammála en hann er hvað, hann er bara 4. besta tíman sko, en hann er nummer 1 á heimslistanum sko. Já, hann er stabíl og annar er þá hann að Christopher Bailey. Já, það er svona en ég svona var að velta, mér fannst hann svolítið líklegur sko. Já, ég myndi örugglega veðja á hann líka og svo
rússneska, nei hérna ekki rússneska, Suður-Afríkumanni. RSA, já, Suður-Afríkumanni ég held ég sem myndi setja hann í annarsæti og Svo bara spurningi sko hvenar hann hleypur þetta af því að hann Suður-Afríkumaður, að ef hann hleypur þetta á þeirra sumartíma í febrúar eða mars, þá veit maður ekki hvað er langt liðið sko, ég sé ekki hvenar það stundum með sko Ástralana og Nýja Sjálendingana og þessi sem eru á suðurhveli jarðar að þeir náttúrulega þeir hafa ekkert innanástíðanbil, þeir eru bara með utanástíðanbil og svo fara til Evrópu og keppa annað utanástíðanbil, þeir sem getur eitthvað þannig að maður veit ekki alveg síðan hvenær tíminn en hann vissulega búin að hlaupa hraðast. Ok, en ég ætla að koma með sögu. Já. Sá sem að á næstbesta tíman árinu, Jackery Patterson frá Bandaríkjunum. Út af því það voru hann að Grand Slam mótin sem að Michael Johnson var búin að halda. Að ég nefnilega horfði aðeins á það því ég þekki ennþá aðeins fólk sem er þarna á eitthvað og þá fer þessi gæi viðtal og hann er í svörtum, hann er ekki sponsoraður og þeir eru eitthvað að spyrja og hann bara, þú veist, hann sagði bara eitthvað, herru, ég var bara að hlaupa með líftóruna út af því ég fæ ekki spons, það vill enginn styrkja mig og ég bara vil, þú veist, leggja þetta á mig, þannig að hann sem sagt var að vinna, hann er að vinna fór klukkan 10 eða var á þessum tíma 10 á kvöldin til 5 á morgnana að vera eitthvað svona pakka hjá eitthvað UPS eða eitthvað, svaf til 8 mætt á æfingu 8:30 tók æfingarnar bara á morgnana eftir bara búin að vaka allan nóttina og laði sig við daginn og svona, þú veist þú veist, út af því að sko það er mjög mikið íþróttafólki sem actually er bara, þú veist, best í heiminum en það er ekki með styrk þetta Nei. En þessi er komin á samning, hann sagði bara í viðtalinu, nennir einhver að styrkja mig, ég er búin að hlaupa hraðasta tíma ársins og hann fekk auðvitað styrk, þetta var svo góð saga, sko, maður þarf að vera klókur, sko, þannig að Jackery Patterson, hann er, ég ætla að setja hann á pall. Já, við gerum það. Því mér fannst þetta geggjað. Hann líka veit hvað er að leggja á sig, sko. Já, bara algjörlega, mikið í húfi. En sko, svo er uppáhaldsgreinin mín núna. Já. Venjulega hefur 400 metra hlaup hvernig ekkert verið endilega uppáhaldsgreinin mín þótt að ég svo sem æfði það sjálf, en hún Sydney McLaughlin hvað segir, Levron? Já, ég segi Sydney McLaughlin Levron, það var mjög þægilt nú að bara McLaughlin, þetta er þegar þú ert að lýsa sko mótum og þú ert að sko tvö eftirnöfni bara sko það er dauði því það tekur svo langa tíma að segja það sko, þú veist, einhver að fara fram úr einhverju með eitthvað sko, þá er miklu þægilega að þú veist, með einhverja eins og Nafi Thiam sem bara köllu Nafi og þá getur bara satt Nafi en eða þú veist, einhverju sem eru þekktir undir einhverju svoleiðin þegar en máttu ekki segja bara Sydney? Ég gæti gert það sko, en ég maður náttúrulega ég þekki hann ekki og hún veit ekki að kalla hann að Sydney ég veit það svo sem ég að Sydney með uppsilóni ég sko Paulínu og Nasser sem eiga Nasser á besta tíman og Paulínu næst besta tíman það eru Nasser var nummer 2 á olimpíuleikunum og Paulínu nummer 1 Nasser náttúrulega búin að fara í gegnum lyfjabann og allan þann pakka já var það já. En ég myndi allan tíman setja peningana mína á Sydney McLaughlin Levron heimsmeti í 4 grind og hún á svo gott heimsmeti í 4 grind að þegar hún held ég held að það bara verið olimpíuleikunum í fyrra það sem síðu tíminir hefði dugað í úrslit í 400 hún hefði verið í úrslit í 400 með grindunar og leiðin ég fletti upp en ég verð samt að segja ég var alltaf 400 grindalöpari ég mætti olimpíuleikana til að sjá hún að setja þetta fucking heimsmet sko. Þegar ég vissi hún myndi setja heimsmet og ég verð að vera þennan dag því ég ætla að sjá hún að setja heimsmet en sko akkurat núna á hún 3. besta tíman í heiminum og hún á 48, 90 á þess ári hún á best 48, 74 og ég er sem sagt nummer 15 á heimslistanum þannig en er held ég ennþá nummer 3 á heimslistanum í 4 grind sko. Nei, þótt hann sé ekki búin að vera þannig sé að hlaupa en svo fannst mér gaman að fletta hún á 4 gull frá olimpíuleikum 2 frá 4 grind og 2 frá 4x4 heimsmeistaramót, 1 gull, 1 silfur og svo 2 gull í báðhlaupum en sko ég var að reyna að komast að af hverju er hún að þessu ég bara minnst þetta óskiljanlegt sko en eftir að hafa svona tala við mikið af fólki frá Bandaríkjunum sem er í þessum heimi sko þá er allir bara að segja að hún vildi bara fá nýtt challenge að þetta var eitthvað svona sem að hún var svona ekki búin að gera og svo þess að fyndið þú veist hún lýsir einhvers staðar að þú veist hún vildi ekki sína hvað hún getur gert án grindana en hún segir sko líka að 400 metrin er í raun og veru erfiðara það er það bara 100% það er meira mental út af því að þegar þú ert í grindarlaupi þá ert að taka ákveðmur skrif á milli hraðin er stiltur fyrir þig já og þú veist þú ert bara upptekinn
þú getur ekki fara hratt út, ef þú fyrir hratt út þá er hlaupið ónýtt og annarri grind sko. Þá hittir ekki, en og ég hef myndi alltaf sagt að ég var svo ánægð að sjá þetta sko, þegar ég náttúrulega sjó bæði, en það er alveg bara, þú veist, í 400 þá ertu sko, þú neglir að stað og svo bara, ok, þú veist, reyna að halda sér komin í 200 og þú bara, ok, nú fer ég að vera þreytt, komin 300, ég er að deyja og ég þarf að berjast til lífið mínu. En það er ekki þannig grind. Í grind er þetta bara stilt fyrir því og þarna, ok, hérna þarf ég að skipta yfir í, þú veist, ég veit ekki 17 skref eða eitthvað svoleiðis eða, þú veist, og þá þarf þetta taka það skref og einbytta að því, sko, þannig að það er og maður er svona í takt, þú veist, að telja næstu því, sko, þú veist, sko en veistu okkur þjálfarinn hennar? Nei. Bob Kersey. Já. Sem sagt, hann var giftur náttúrulega Jackie Joyner Kersey sem var bara geggjuð í öllu. Og hann var giftur Jackie Joyner Kersey og býttu nú við. Ég skal segja þetta. Al Joyner og Florence Griffith Joyner, Bobby, þær voru, var ekki Bob Kersey og Florence Griffith Joyner hvernig var þetta? Sko, Jackie Joyner og Al Joyner eru systkini. Þau eru systkini? Já, Al Joyner var þrístökkvari og var giftur Florence Griffith Joyner Flojo. Og weird fact, því ég náttúrulega bjó úti og var að æfa bara með heims- og olíumeistum. Ég fór á bandaríska meistaramóti innan hús einhvern með þeim. Þá endaði ég á trúnó með Al Joyner. Já, hann var þrístökkvari. Já, en hann var sko, þú veist, hann var hættur náttúrulega þessu tíma eitthvað. Ég man við sátum í stiganum á einhverju hóteli. Ég var náttúrulega bara að fá mér alltaf mikið og ég var að reyna að spyrja af hverju dó hún og eitthvað, þú veist, ég var bara svona voru lyf, eitthvað, þú veist, því hann var bara eitthvað, hann var rosa næs og hvetja mig áfram og eitthvað. Og þannig að mér varst þetta verið eitthvað svo áhugaverð flétta. Ég var eitthvað, fyrst var ég ekki alveg að ná þessu. En hann, sem sagt, Bob Kersey. Og Bob Kersey þjálfaði þau öll. Já, en hann, og sko, hann þjálfaði líka Gail Divers, Alison Felix og núna Sydney. Og þetta sem sagt, og Jackie Joyner Kersey, ég sá ennþá alveg eiginlega ósnertanlegt met í 700. Já. Var náttúrulega heimsklassa langstökkvari og grindahlaupari en þrautarkona og náttúrulega Flojo var eitthvað annað þarna, þú veist. Hún á ennþá meti 102, sko. Já, 100 meti náttúrulega er svoleiðis vindassisti, það var svo mikil meðvindur í því að enginn getur sannað það eða eitthvað. Já, sko, það er semst, það var langstökk, þetta hlaup í Indianapolis. Ég bjó 1,5 ár upp í Urbana-Champaign sem er bara næsta fylki, 2-3 tíma til Indianapolis. Þetta er bara á sléttunum, það er eiginlega alltaf vindur. Já. Og bandaríska úrstökumótið var í Indianapolis og situr þetta bandaríska úrstökumótinu 88 og það er engin vindur í 100 kvenna en það er langstökk karla allan tíman sama tíma meðan all 100 hlaupin fara fram þá er langstökk í gangi og það er vindur í hverju einasta langstökki sem er í sömu átt þannig að mér finnst líklegt að það hefur einhver plantað sér fyrir framan vindmælin það er alveg sem sagt Já, það er, þú getur alveg farið og spjallað við hann sem er á vindmælunum og það er leiðinlegt að vera á vindmælunum og svona, þú ferð og spjallað við hann og það getur alveg staðið fyrir vindmælunum til að hlaupa sér löglega, sko. Það er að prófa það. En það er 10:49 en þeir sögðu þessum tíma, þeir sem voru í bandaríska landsliðinu, að þetta hefði verið 3 hópar sem voru að æfa fyrir ólympíuleikana spretthlaupunum 88, það var kvennahópur og það var kallahópur og svo var Flojo bara þar mitt á milli. Allt miklu betur en alla konunnar hún var í 4x4 í liðinu 88 líka og náttúrulega gati ekki alveg hangið með köllunum sko, en hún kefti 88 svo hættur hún bara, þannig að það var og svo fær hún hjartaáfall hún deyr 38 ára sko. Þannig að það voru svona miklar spekulasjónir að hafa svo sem verið í kringum Bob Kersey svona aðeins einhverja líka sögur sko já, ekki bara það sko, því að ég mitt fór og las mér hans til hann sko hann er bara hreinlega kallar drug coach og mér er svona smá leiði við því ég er mikið Sydney kona sko og Alison Felix sko Alison Felix hún var alltaf stórkostleg og gerði ofboðslega mikið líka fyrir konur sem verða óléttar og halda áfram og missa ekki sponsorshipið sitt og svoleiði sko hún er algjörlega kona Þorkelskunar Sigurbjörnssonar Alison Felix var alveg hans kona sko hann hélt mikið upp á hana Ég nefnilega kynntist aðeins Gail Divers, hún náttúrulega með neglurnar hana, en æfingafélagi minn, hún
fór úr æfingahópnum okkar og fór yfir til Gale Divers og ég tók hann einhverja æfingar þarna með þeim og ég eiginlega stóð náttúrulega allir í lappirnar, ég var svo starstruck sko. Gale Divers var grindahlaupari, Já. var aldrei olimpíumeistari í grind, Nei. en var olimpíumeistari í 100, hún flög á hausinn í grindinni á síðustu grind, svo þið merkilt í að 100 var augagrinnin, en hún var best í heiminum í 100, en náði aldrei alveg að kláraði hinni greininni sko. Og rosalega bara sagan hennar með sjúkdóminn og allt þetta en hún lét sem sagt vinkonu mína meðal annars, hún alltaf var alltaf með rosa kviðvöðva og eitthvað og hún lét vinkonu mína og sagði bara heyrðu, við gerum 1000 kviðæfingar og ég bara já, ok, heyrðu, ég ætla bara að byrja á 300 á dag, þú veist, ég náði ekki að halda því draumurinn var að gera 500 á dag og eitthvað svona, en hún bara ekki á þetta er bara skilyrði sem við gerum en allavega 400 metrar, við ætlum bæði að veðja á Sydney og ég hugsa að það sé líka bara reynsla en líka eins og þú sagðir, þegar þú hleypur grind þá hleypur í ákveðnum takti, hún er ekki búin að keppa núna í svolítið nokkra vikur eða mánuði eitthvað, eða síðan bara örugglega bandaríska meistarmótinu, ég held að hún sé ekki búin að keppa síðan þá, en það er út af því hún kann náttúrulega alveg ekki að vinna á sig, hún er pottþétt að vinna í hraðari tíðinni núna og þú veist, og við sem fyrir frjálsvitafólk og sérstaklega þegar maður að hlaupa 400, þú þarft að læra hlaupið þitt, sko. Þú þarft að prófa, er ég að fara að reyna að halda ákveðnu tempó, er ég að fara að bomba á það að halda, hvernig hlaupar er ég, því að þú veist, þú getur hlaupið 400 metrar, þetta er 1 hringur, sko, þú getur hlaupið á svona 4-5 Já, og svo líka því að þetta eru aðskilnum brautum, þannig að þú tæknilega séð auðvitað færði hjálp frá öðrum með því að keppa við þeim, þetta er ekki eins og í 800 og hlaupunum 800 og upp úr þar sem þú getur náttúrulega einhvern brjóta vindin fyrir þig og það er ekki stimpingar í þessu, það er enginn að íta í þig eða hrinda þér og svona, þannig að þetta er svolítið brútal. Þetta er brútal. Herðu, en ég ætla að segja samt að Pálína verði önnur og Nasir, því að ég held að við þurfum ekki að fylgjast með neinum öðrum hana. Nei, ef ég bara segja eins og er. En 400 kalla. 800 kalla. Já, við vorum búin með 400 kalla. Herri, já, það er komið 800. Herri, nei, ég ætla að fara í grindina fyrst. Grindina, 4 grind. 100 grind og 4 grind. 100 grind Hvort viltu byrja? Kallaði hvernig megin? Allir saman. Við skulum bara fara að kalla megin og ég held ég sé að fara að finna keppendalistinni það. Reyna. Ertu að skoða 100 þá? 110 grind, já. 110 grind, ok. Sko, það er, hann náttúrulega, skal ég segja þér... Cordell Tinch. Já, en sá sem búin að vinna öll mótin undanfærin ár sem ég akkurat Grant Holloway gæti ekki muna hvað hann hét, hann er ekki með er hann á listan? Jú, er hann með? Já, hann komst inn út af hann er örugglega heimsmeistari ríkjandi sko jú, HM3 gull úti, jú efstur og heimslista og líklegastur sko en já, hann kemst ekki á topp 5 við bestu tímanu ár. Hann hefur ekki átt eitthvað gott season í ár, en ég fann einhvers staðar að hann væri samt að koma. Ég myndi allavega spá Grant Holloway á pall, sko. Já, ég er alveg sammála því, en ég held að þessi Cordell Tinch, ég held að hann er líklegastur, sko. En já, þú veist, hann á 12.87, hann er búin að hlaupa hraðast núna, en sko, þú veist, ég meina, hann var sem sagt hann fer á styrk í fútból. Já. Bandaríska fótbolta og en hún leiddi svo í lyftingaklefanum lasi hann vildi finna einhverja greina sem hann þyrfti ekki að vera svona mikið í lyftingaklefanum og hann á 2.21 í hástökki og 8.16 í langstökki og er samt að hlaupa grind og hann er 110 metrar grindalöpari og setti mér sem núna mótsmet í Zúrich á Diamond League og vann það allt og eitthvað þannig að hann er í formi já, hann er í stuði sko þá er hann langlíklegastur og ég held að hann og svo held ég að Japanin kom með hana Rashid eitthvað, Murutaka eitthvað að mér langar að segja út að hann er heima hjá sér sko en Grant Holloway það hefur alveg áhrif sko já, sjálfsög og ert með allt fólkið með þér sko já, þannig ég hugsa já, ég held að vera gaman að fylgjast með en mitt Grant Holloway, hann er búin að vera svolítið svona eiga þetta svolítið, það virðist alltaf koma sérstaklega kallamegin koma alltaf einhverjir sem eiga bara grindina í 3-4-5 ár, bara bang, 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 alltaf sko. Svo hann var það Japani, það var kínveri. Það var kínveri tíma, Allen Johnson átti þetta á sínum tíma og þú veist, það eru Allen Johnson, svo kom hann kínverinu eftir honum, svo var þarna kúpumæður á tímabili og þú veist, það er... Þeir koma og eru bara alltaf, en Terence Trammell,
Manstu Já, eftir honum? ég mann Terence Trammell, já. 2 South silfurverðlaun. Carolina. Já, hann var með mér í æfingahóp. Hann Já. 2 silfurverðlaun frá Ólympíuleikunum. Já. Og ég spurði hann einhvern veginn bara, hvernig það eiginlega? Og hann horfði á mig og sagði, það ömurlegt. Já. Vá, hvað ömurlegt. Tvisvar í öðru seti, það Þú veist, með 4 ára millibili. Já. Hann var ekki glaður með það. En já, en Já, ég man ekki Trammell, sko. Hann var góður. hann er bara geggjaður og bara með svona, þú veist, bara svona einhvern veginn attitude í kringum hann, skilur þú veist, að hann var mjög töff. Heyrðu, en 100 kvenna. 100 kvenna, þær eru... Ég á alveg mitt favorite þar, sko. Býtum við. Það er Masai Russell sem að hljóp núna 12-17 og þess að bandarist met og er ekkert langt frá bara besta tíma ever. Býtum við, nú er ég alveg gersanlega Ég er að fara að fletta þessu upp hérna, þetta hlýtur að fara að koma hjá mér, sko. Já, en hún er bandarísk, hún vann sem sagt Ólympíuleikana núna síðast. Já, hún er með 12-17, sko, það er bara gríðarlega gott, það er ólíklegt að líka með þetta að hafa unnið Ólympíuleikana, að þú veist, eða unnið á Ólympíuleikunum, að það er bara svo, þú veist, þetta er, þú veist, að þetta er ekki heppnisigur, það er góð manneskinn sem vinnur, að það er svo mikið að hafa gert það. Já. Að hafa þannig sem sagt með sér, sko. Og það eru sem sagt í þessu hlaupi, þá eru sem sagt þú veist, bara ef við horfum á tíma heimslista frá upphafi. Já. Á topp 7 þá eru 4. Já, Tóbi Amusan er hérna ekki. Hún á heimsmetið það ekki? Jú, já. Er hún ekki á Jamaica? Nei, Nígeríu, sko, ég held að hún eigi heimsmetið, sko, hún setti það á HM 22-23, svolítið óvænt, en tókst ekki að fylgja því eftir Ólympíuleikunum, hún komst ekki að pall þar, sko. Nei, en svo er sko, Grace Stark frá Bandaríkjunum, hún er líka, einhver Tía Jónsson á næsta hraðasta tíman, en einhverja hlutafegnar eins og hún sé kannski ekki að keppa. Nei, og svo er þetta, sko, svo er nöfnum svo Kendra Harrison og Dita Kambuji sem hún er á 12:40, sko, þær eru svo ofboðslega þétt þarna, sko. Það er og svo sem að vera á öðru sæti í Ólympíuleikunum, hún meiddist, þannig að hún er ekki, þú veist, þannig að það er alveg, og líka, svo sem var í 3. sæti á Ólympíuleikunum frá Puerto Rico, hún er líka meidd. Hún er líka meidd, sko, ég hafði alltaf trú á henni, sko. Já, þannig að ég held reyndar hún væri eldri en hún er, sko, en ég held þetta verði Masai vinnur, ég held að Grace Stark verður þarna, það er margir að veðja á hana. Já. Og svo er þessi frá Nígeríu, Tóbi Amusan, já, og Nadine Visser er alltaf sterk, hún er yfirleitt utan pall, sko, hún sé framalega á heimslistunum, því gallin við heimslista í frjálsum. Já, er að hann byggir svo mikið, sko, þetta er ekki eins og í fótbolta að þú ferð upp og nefnir einhverjum úrslitum. Heimslit í frjálsum byggir svolítið á hvað mótu hefur verið að keppa og unnu, og þeir sem hafa keppt lítið, þeir komast ekkert ofal á heimslistan. Nei. En þeir geta hlaupið að stokkið, þú veist, unnið allt, en ef þeir keppa ekki nógu mikið, þá er þeir kannski bara í 8. sæti á heimslistanum, en þú veist alveg, þessir að fara að vinna. Já, en svo sé ég líka, þú veist, þeir sem unnu á Ólympíuleikunum fyrra, það er greinilega svo sterkt. Já, þeir komast hátt, sko. Já, þeir þurfa valla að keppa til þess að missa fyrsta sætið, sko. Þetta er svo skrítið, sko. Herðu, en ok, 4 grind. Já. Hvort viltu kalla það konur? Ég er svo spennt, sko, yfir þessi. Sko, kallar og konur eru verða bæði sjúkt, sko. Ég held þetta verði aðalhlaupin. Já, sko, 400 grind kvenna, það er náttúrulega með Íslandsvinni Femke Ball sem náttúrulega hefur verið í skugganum af McLaughlin og við erum líka með Dalai Muhammad og hún er að fara að hætta. Já, enda, sko, hún náttúrulega var þarna í þessu geggjaða hlaupi með þegar að McLaughlin setti metið, þá var Muhammad bara 100. hlutu eftir eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, undir metinu líka. Já. Og það er svo leiðilegt þegar þú lendir í svoleiðis að þegar þú settir heimsmet, þetta er ekki eins og í langstökkiskilu þar sem þú getur sett heimsmet og svo kemur einhver og bætir það í næstu umferð, af því það er alltaf einhver undaðir í mark, að þú varst undir heimsmetinu en þú settir aldrei heimsmet af því að það var einhver undaðir í mark, sko, það er svona þannig. Og svo er Anna Cockrell líka, hún var öndur Ólympíuleikunum, það eru hérna bara þessar 4, ekki 4 bestu, hún er alltaf ekki með hún McLaughlin. Nei. Svo kallamegin er náttúrulega bara, það er bara þessi 3 sem hafa verið á palli. Já, ok, við verðum að klára konunar ánum fyrir þanga, ég er svo spennt fyrir köllunum, sko,
en sko Femke náttúrulega bara easy, hún er að fara að vinna hún þetta. vinnur þetta sko, en svo er það bara hvort að Cockrell Muhammad og svo er hérna kanadísk kona Sutherland. Já, Savannah Sutherland. Hún á þriðja besta tíman okkur, en eftir Sydney, en hún á teknilega sér annar besta tíman, sko. Og hún er bara 22 ára og hún er NCAA champion. Já, sem er dálítið snemma. Já. Þannig það er spurning hversu vel henni tekst að halda það út, sko. En hún losnar hins vegar við að taka NCAA champion, toppa þar, og þau eru svo toppa á bandarísku meistaramóti og þau eru svo toppa á heimsmeistaramóti, sko. Hún losnar við það því hún er Kanada, þannig að hún getur mögulega bara tekið easy eftir NCAAs og hérna komið aftur, sko. Já. Einmitt. Það er hérna, já. Og ég mitt sá sko á listanum, það er líka reynda, þú veist, á listanum sem heitir Akela Garrett frá Bandaríkjunum og þú veist, hún er eitthvað númer 4 eða eitthvað og ég mitt heyrði pappinar því að við æðum saman, þá var hún sko 2 ára sko og ég bara eitthvað, þarna er bara tvítu kona, mætti á HM en hún er vist að fara að hlaupa bóðslaupu og eitthvað þess að hún er ekki að fara í grindina. Nei, en þú veist, hún á eitthvað 53, 73 sko, svakalega. En já, ég held að Delilah Muhammad, hún er 35 ára, ég held að hérna, hún veri önnur og hérna, hún er svo að fara að hætta nefnilega. Þannig ég held að hún fari 100% í þetta og Anna Cockrell getur bara verið sátt með 3. sæti sitt. Ég held það líka sko. En sko, ok, 4 grind kalla. Ég sko pissa á mig við því sko. Það eru náttúrulega 4 grind kalla, þær eru Warholm, Benjamin og Santos sem eru bara búin að vera bestir frá því Ólympíuleikunum í Tókíó 21. Og svo er hérna Samba Katarinn hérna, hann er alltaf með en hann er bara fjórði, hann er bara distant fjórði sko. Já, hann er bara ekkert eiginlega með sko. Nei, þannig að þú veist, og þetta eru þessi 3, Benjamin vann á Ólympíuleikunum í fyrra. Já. Hann vann Warholm í fyrra. Og Santos var 3. Já, og Santos var líka 3. 21, hann kom hann og var heimsmeistar hann einhvern tímann á milli. Ég held að þetta verði Warholm Benjamin Santos. Ég held að verði bara þannig. Sko. Já, þú veist, það er alveg líklegt, en hérna, ég ætla samt, það er smá fun fact, sko, að hérna, þegar ég var í Clemson, þá var besta vinkonum mín frá Brasilíu. Já. Og ég fer til Flórida núna í páskana og allt inn fæ ég skilabóð frá henni bara, Silja, ég er að horfa á story hér, ertu í Orlando? Og ég bara, já, og hún bara, heyrðu, ég bý hérna. Þannig að við hittust eftir 20 ár. Já. Hún og maðurinn hennar eru þjálfarar, Alessandro Santos. Okay. Þau fluttu, og þetta er ógeðslega áhugavert, þau flytja frá Brasilíu, því Brasilíu er bráðin svo hættuleg, þau eru bara, ég held að búið í São Paulo eða eitthvað, og þú veist, hún sagði, ég get ekki farið í ræktina með síma með mér, ég er rænd á leiðinni. Þannig hún sagði, ég vil bara ekki ala barnið mitt upp, þannig þau flytja til Orlando og ég sendi á hana núna í gær, bara eitthvað, herðu, hérna, og hvað eru þið mættið Tókíó? Þegar ég vissi þau var að býða eftir vísa. Já. Hún sagði, við erum ekki ennþá komið vísa, þannig við getum ekki farið með honum. Þannig að vinur þeirra frá Brasilíu kom til þeirra og var hjá þeim í 10 daga að læra inn á allt og var sendu með... En fáðu ekki vísa? Nei, þau eru ekki búin að, þau eru að býða eftir, það ætti kannski að koma í næstu viku. En málið er að hérna, að í þessum æfingahóp með Dos Santos er eitt strákur í Bandaríkjunum sem heitir Caleb Dean. Já, hann er hérna bara ofalega á lista. Já, hann er frá Georgia eins og þú, hann var eitthvað þar skildist mér, en hérna hann vinnur allan daginn og mætir á æfingu 5 á kvöldin. Þau þarf að taka auka session með honum því hann kemur beint eftir vinnu og í fyrra var hann 3. besti Bandaríkjamaður og eitthvað topp 5 í heiminum, þetta var eitthvað svona. Þannig að hérna, þetta er svona smá áhuga, hann var bandaríska háskólameistari í fyrra í 60 grind og 4 grind, sko. En Dos Santos nefnilega er til ungur, hann fætti 2000, hann lítur út fyrir miklu eldri að því hann lendi í bruna. Já, hann fekk olíu yfir sig allan. Já. Og hann var innsás eða eitthvað og ammans var að elda og hann tegði sig í pönnuna. Fekk sjóðandi olíu yfir sig, sko. Já. Og þess er húðin á hann svona illa farin, sko, hann lítur út fyrir eldri heldur hann er, sko, og þannig, en hann er bara, ég ætla ekki að segja kottnungur, hann er orðin 25, en þarna 2021, þá fannst mann hann kottnungur. En það sem að, mjög nefnilega út af því ég satt þarna með þjálfurunum hans báðum og ég bara fekk að spyrja alls konar og allt, sko, og hann tekur, ég man ekki hvort það var, 22 skrif á fyrstu grind og hvort hann tæki, sko, 13 og svo 12. Já. Þú veist, út af því hann er sko 2 og eitthvað. Hann nær svo löngu skrefum beinakaflunum. Já, hann nær svo löngu skrefum að hann þarf aðlaga sig á fyrstu 2 grindunum,
svo kemur hann í, þú veist, þannig að hann fækkar skrefum eitthvað og svo hérna nær hann að halda en sko, ég held að hann taki 12 skref. Það náttúrulega Jú, það rosalega sko, þetta eru 45 metrar á fyrstu grind og svo þetta 35 metrar á milli grinda og 40 metrar í mark og 35 metrar á milli grinda deilt með 12, þið sjáuð það 35 deilt með 12, þetta næstum 3 metra skref. Þetta rosalegt. Þetta rosalegt. Ég man að ég var að reyna að halda 15 skref eins lengi að ég gat sko. En þannig að ég ætla að setja hann í fyrsta seti. Já, ok, ég ánægð með því. Ég verða að standa með minni vinkonu. Ég sammála í því. En og svo út af því, og það svolítið gaman sem baka tjöldi, því ég var að spyrja þau sko laun, eins og þjálfarnir. Hann nefnilega hjá samningi Adidas og brautin sem þau æfa hjá Adidas braut. Það eru Adidas þjálfarar á þessari braut. Noah Lyles þarna, hann náttúrulega Adidas. Og ég spyrði þau, hver borgar launin ykkar? Adidas. Ekki Dos Santos. Nei, Adidas borgar laun þjálfarana, sponsar íþróttafólkið og svo fá þau, og ég held að ég sé fara mér rétt, 20% af öllum tekjum hans. Þau fá það mikið? Já, þau fá, þú veist, býtu, hvort að umbóðsmaðurinn fái eitthvað 10% og þau fá 10%. Já, hann tapar 20, ég get alveg trúið þessi 10 og 10. Sko. Já, þannig að þau fá af öllu, meiri segja, ef hann bara heima að auðlýsa tannkrem í Brasilíu, þá fá þau 10%. Þannig að allt sem hann gerir, nema ef hann fenginn í eitthvað ekki sem íþróttamaður og eins og hún sagði, og ég ætla ekki að segja þetta, hann náttúrulega bara ekki sætur, þannig að hann ekki fenginn í eitthvað verkefni nema út að hann íþróttamaður. Hún sagði það bara hreint út. Þannig að þau fá af öllu sem hann gerir, þá fá þau prósentur. Mér finnst það svo áhugavert og mér finnst mjög áhugavert að Adidas borgar launin. Já, það áhugavert líka. Svo. Ég held þetta væri alltaf á prósentur. Sko. Já, en það kannski skýrir, þú veist, eins og ég held að Sha'Carri Richardson og þær allar, 4, ég held að þau séu öll í Nike. Þannig mjög líklega Nike að borga, þú veist, Kenneth Bednarik og eitthvað, þú veist, þau eru öll í Nike. En það út af því að þetta Nike hópur. Þannig að mér finnst svona áhugavert að þetta sé þannig. Þetta mjög áhugavert. En ég ætla að setja Warholm 2 og Rai Benjamin 3 og svo verður Caleb Dean, ég ætla bara að setja hann 5 ég ætla að breyta, ég ætla að setja Warholm 1, ég kom í Dos Santos nr. 2 sko, ég komin á ykkar á vagn. Já, flott. Og Benjamin nr. 3. Já, en ég held að þetta verði sjúkt hlaup og þeir eru allir svo jafnir. Svona skemmtilegt kemistri á milli þeirra, þeir eru með svona smá sjó sko. En já, þannig að þetta nú þannig. Ég var svona ekkert endilega að spá ég að fara eitthvað í boðhlaupin. Nei, það er aldrei hægt að spá það. Nema, ætlum við segjum ekki að stelpurnar vinni 400. Jú, við erum að gera það. Já, en Seljan Preysa kemst vonandi pall bara í það. Fær síðustu medalíuna sína. Herðu en 800 metrar. Já, kallar það konur. Þú maður ráði. Þegar við förum í konurnar, þar held ég að sé bara eitt nafn og það hún Keely Hodgkinson. Já. Ég heldur sér búin að hlaupa sekundur hraðar heldur en næsta manneskja og ólympíumistari og hann að Mú frá Bandaríkjunum, ég sá hana ekki á keppendalistanum en ég svo sem skoðan ekkert Athing Mú heldur hún heiti. Nei, ég sá hann ekki. Þannig að ég held að það verði bara Keely Hodgkinson og verði ekkert sérstaklega spennandi. En hún sko 23 ára, hún nummer 1 á heimslistanum, núverandi ólympíumeistari. Á 2 silfur frá heimsmeistarmótum 23 ára. Pældi því. Já, einmitt. Og orðin Evrópumistari 22-24. En hún sem sagt búin að vera meidd allt árið. Ok. Já, en haldið þannig að hún meiddist á hamstring í febrúar og keppti ekki neitt fyrir núna bara í lok ágúst því hún sagði ég ætla ekki að keppa bara til að keppa, ég ætla að keppa því ég veit ég er tilbúin. Og þá hljóp hún 1.54 ásbest og leading best og allt bara og personal best þetta var bara eitthvað styrlað sko. Hún er að toppa á réttum tíma og er að hlaupa hraðar en allir þetta er bara ekki spurning og ekki búin að keppa neitt á henni þannig að mér finnst það mjög áhugavert og svo kallarnir það er einstað held ég sé bara Wanyoni Kenjumæður ólympíumistari, hann er búin að hlaupa hraðast allra og meir en hálfu sekundur hraðar og hann var ólympíumistari í fyrra þannig að ég held að hann sé bara sterkastur sko. Ég hugsa það, en við ætlum samt að fylgjast með einum hana. Já. Cooper Lutkenkaus frá Bandaríkjunum, 16 ára. Já, hann er búin að hlaupa sko, en hefur þið séð hann?
Já. Hann lítur sko ekki út fyrir að 16. Nei, alls ekki. Ég er ekki framhaldsskóli, ég veit alveg hvernig 16 ára strákar eru. Þeir eru allir horaðir og svona sumir hávaxnir, þeir eru samt slánalegir, það vantar allt kjöt og svona skilurðu. Þessi lítur ekki út fyrir eins og 16 ára sko. En hann sko, var sem sagt í öðru sæti á bandaríska meistarmótinu. Já. Og 1:42:27. Ég meina sko, þetta er fáránlegt. Þetta er sem sagt U18 heimsmet, hann bætti sem 3 sekundur og þetta er 4. hraðasti tími ever sem sagt í Bandaríkjunum. Og í síðustu 100 metrana þá hljópa hann 100 metrana á 12:48. Það verður gaman að fylgjast með þessum dreng sko, en hann er klárlega bráðþroska. Já, klárlega. En svo er eitthvað svo fyndið, þú veist, hann er eitthvað í samtali við þjálfara sinn og hann bara, heyrðu, ef ég kemst í liði má ég þá sleppa hann að cross-country tímabilinu og hann segir já, hann var alveg bara, ok, áfæð hleypi þetta eitthvað, þannig að hann hugsaði það víst síðustu 100 metrana. Já, losnaði, ég get alveg trú á því sko vegna þess að í Bandaríkjunum hlaupa allir cross-country. Já, bara algjörlega. Allir og allir fara í Víðjónslaupinu og það er skemmtilega keppi þegar þú mætir öllu, þú mætir ekki bara bestu 5 km hlaupinu, þú mætir bestu frá 800 og upp úr, hins vegar eru þú oft löng og 800 hlaupunum finnst ekki rosalega gaman að mæta í 8 og 10 km hlaup í einhverjum sko golföllum og einhverjum svona hita á. Já, þannig þeir eru alveg til að losna við það tímabil. En við erum að fara að fylgjast með þessum. Já. Cooper Lutkenkhaus, hann á eitthvað, hvað sagði ég, hann er 7. hraðasta tíman á árinu. Já. 16 ára og gerði strax samning við Nike og þetta var sem sagt U18 heimsmet líka. Og yngsti bandaríkjamaðurinn að keppa á HM fyrir Bandaríkin. Fyrra var hann þessi hinn ungi, en hann ætlar ekki með reynda núna, en það var ólympíuleikunum. Já, það var ólympíuleikunum. Þannig að þetta er yngsti bandaríkjamaðurinn að keppa hana. En já, þannig að bara áhugavert, en mér finnst líka samt, þú veist, þannig að Emanuel, hvað heitir þetta segir nafnir hans, Vanjóni? Ég segi Vanjóni, já. Já, hann er 21 árs bara. Já, hann er bara, sko, en hann er frá Kenya og það er ekki alltaf réttur aldur á þeim en það er samt bara eins og við vitum í fótboltafréttunum svona, en engu að síður, en það er samt algengara að þeir séu bráðþroska Afríkumennir, að komi yngri fram heldur en það er einhver hlutu vegna sko, þeir koma oft fram yngri heldur en Vestur-Evrópa, Bandaríkin og svona. En svo er sko Mark Arup sem er núverandi heimsmeistari, hann er mættur líka, hann er búin að hlaupa 1:42 og var annar ólympíuleikunum og hann tapar bara 100 ólympíuleikunum í fyrra og hann er frontrunner, þannig að hann leiddi alla leið og bara missa hann fram á sér í lokin sko. Marko Arup er sem sagt hann er svona stór og sterkur og fá hann rétt að hlaupi og þá getur hann unnið. Herru, ok, farðu yfir eitt fyrir mig með mér, fyrir þá sem kannski hlusta er ekki alveg reynd og ég ætla ekki að segja við eins og þú því að hlaupin eru oft taktísk og þú veist, og margir halda þetta, fólk sé bara hlaupa og bara alltaf á fullu og þú veist, þetta er ekki hlaupin sem að þú ert að reyna að setja heimsmetin. Nei, yfirleitt ekki, yfirleitt er þetta sko, það var mjög óvenjulegt í Ólympíuleikunum 2012 þegar David Rudisha setur heimsmet, hljóp fyrstur allan tíman og teymdi svo bara, þá var ég að setja heimsmet unglinga því að bara, þá var ég öðru settur og Botswana setja heimsmet unglinga, hann teymdi bara hópa hlaupurum eftir sér. Já. Þetta er oft taktík, oft viltu ekki leiða því að þó það sé logn, að þegar þú ert komin á 26-7 km hraða sem þessi menn er á, 27-8 km hraða, bara að hlaupa í gegnum kyrrt loft, það er talsveit vindmótstaða og þá getur verið gott að hafa einhvern veginn svo Marko Arup fyrstan, 2 metra risa eða hvað hann er og þú ert í algjöru skjóli bakveðan og eins og þetta gerir bara að horfa á stuðpússunar og næsta, passa reykast ekki í fæturnar og bara láta hann gera vinnun og bara einbeita þér. Svo fyrsti sér að halda hraðanum og það er mesta vinnan í því, þannig að oft þurfum menn að svona sæta, er mjög óalgengt að gauri sem leiðir hlaupið í hröðu hlaupi vinnin, eða nú hægt þá kannski skiptir það ekki öllu máli. Og svo er þetta hvenær að taka endurspreytin. Ég ætla að segja það, getum við ekki bara búist til því, bara í öllum hlaupunum, nema, að þá sé sko, þú veist, fyrsti hringurinn verður alltaf rólegur og þá eru þeir bara svona að taka stöðuna, hver ætlar að gera á leiða og hver ætlar að, þú veist. En í 800 venjulega, myndur þú segja endurspreytin byrji? Sko, hann getur sko, ef þeir neglast af fyrstu 200 til að koma sér í stöðan sem þeir gera, svo skokkaði næstu 200 eða hægja talsett á sér, þá byrja þeir alveg 300 metru út, sko, þá byrja þeir að keyra upp og
Þetta eiginlega næstu 2 endarsprettir samt. Já, Það er oft svona kringum 4 metrar þá kannski svona, kemur eitthvað svona smá kikk. Og svo kemur aftur, sko. Já. Og þetta að mörguleiti skemmtilegast að hlaupið að horfa á, af því að þetta er nógu langt til þess að svona byggja upp taktík og spennu og eitthvað gerist í hlaupinu. 100 metrar er bara bang og svo til 10 sekúndur það er bara búið og þú getur ekki farið að giska eitthvað á hvað muni gerast eða neitt svoleiði, sko. En í 800 síðan bara innan við 2 mínútur, þannig að það er nógu stutt til að fólk að horfa á það. Já, svo maður bara svona, oh my god, þessi að lokast inni. Já. Og veist, maður svona að pæla í ýmsu, sko. Þú mátt ekki bara ryðja þér braut í gegn, þú mátt ekki fara inn fyrir, sko, þannig að þú átt að passa á þau líka, sko. Já. En 800 hvenna, nei, við vorum búin með það. Já. Við erum með 1500. Já. Sko, í 1500 kalla, þar erum við Jakob Ingebrigtsen. Nei. Er hann ekki með? Er það ekki þessi sem er bestur? Jú. Já, nei. Hann verður ekki með? Hann er meiddur, hann er hásina meðsli. Ok, þá er þetta bara algjörlega opið. Ég held að hann væri á keppendilistanum. Ég held, sko, ég einhvern veginn er búin að býta mig að Josh Kerr sé málið. Þá myndi ég segja að Josh Kerr væri málið vegna þess að hann var annar á Ólympíuleikunum í fyrra og var heimsmeistari 23. Hann tapaði nefnilega fyrir Ingebrigtsen tapaði 1500 2 ári í röð fyrir Bretum. Já, einmitt. En hann er núverandi heimsmeistari 23 utanhús og innanhús 24, silfri Ólympíuleikum 24, bronsól 2020 og hann er líklegastur búin að hlaupa 3:29 á 3:27. Já, og hann er sko, svo er Cole Hooker sem náttúrulega bara stálu svo smá í fyrra, þetta var svo, og hann er taktískur hlaupari og endasprettsmaður. Já. Þannig að ef hlaupið verður of hægt, að þá gæti það spilast upp í hendur á honum. En Josh Kerr er svo sem líka mikill endasprettsmaður, þannig að ég held að þetta sé Kerr, sko. Já, nei, nú ætlum ég að flækja þetta fyrir þig. Nú? Það nefnilega allir að veðja á hollendingin. Já, Niels Laros, undefeated this year, 20 ára. Sko, Laros, hann kom opbáslega vel, hann hljóp rosalega vel í vetur á heimsmeistaramótinu eða mótinu sem var innan það var bæði HM og EM inni í vetur, sko, ég man ekki hvort það var sem hann var, sko, hann auðvitað opbáslega sterkur líka, sko, en ég veit ekki, Kerr er bara svo mikið meiri reynslu, sko. Já, þetta ég sprettleipari sem ég sko, ég ekkert ofta eitthvað rosalega spennt fyrir lengri hlaupunum. Þú reddar þessu alltaf því að þú getur gert örgulega músahlaup spennandi, sko, en já, ég hugsa alveg að Kerr sé líklegastur. En það sem við erum að tala um 3 hvíta af evróskum uppruna. Það er algjörlega fáránlegt og svo 4. sem vorum að tala um Jakob Ingebrigtsen. Við erum ekkert að minnast á neina Afríkumenn sem hafa þó verið dominerandi í þessari grein í bara áratugi, sko. Nei, einmitt. En það annars myndi Ingebrigtsen taka það. Já, hann er svo opbáslega sterkur. Það væri ekki málið. Og kvenna 1500, er það ekki það er Kipíkon, hún er bara langbest. Já, hún er 3:48 og næstu 3:51. Já, Kipíkon er bara langbest, ég held að þurfum ekki að spá í neitt þar, sko. Það er einhver samt að tala um þess að Jessica Hull, að hún hleypur mjög vel, en ég held hún sé bara ekki hérna bara svo mikið sterkari, sko. Hún getur það verið öðru sæti. Hún er samt nummer 1 á heimslistanum, en það er sennilega því að Kipíkon keppir ekki eins mikið, sko. Nei, einmitt. Ok, samþykkt, jók. Erum við farið í hindrun eða? Já, við erum farið í hindrun, já. Ég veit ekkert um það. Sko, hindrun, sko, ef við förum á karlana, þá er Bakk Ali, sem sagt, Marokkomaður, hann er líklegastur. Næstu með sekundu. Já, og hann er ólympíumeistari. Hann virkar ekki eins og hann getur hlaupið hratt, en hann getur hlaupið hratt, sko, hann tekur endaspretti og allt það. Þannig ég held að hann sé líklegastur þarna. Þetta var nú grein sem Kenjumenn náttúrulega áttu, en Marokkomennir hafa svolítið tekið við. Það var náttúrulega Katari hann inn á milli líka, Shahid, en hann var Kenjumaður, sko, þannig að það var þannig. Kvennamegin, þá er þetta þarna meira spennandi. Við erum með Javi frá en hún er sko búin að hlaupa 4 sekúndur hraðar næstu mann, sko. Hún er öflug, en Javi er pínu lítil. Það er svolítið gaman að sjá hann að hlaupa. Hún er miklu
miklu minni en hérna hún ólympíumeistarinn líka, þannig að hún verður nú eiginlega teljast sigur stranglegur sem svo eru þær þarna líka Chemutai frá Uganda sem var önnur ólympíuleikunum og Cherotich frá Keníu, hún er þarna líka, þær eru þær voru 3 fyrstur ólympíuleikunum, þær eru 3 langbæstir í heiminum og þá er þetta svolítið spurningin taktíkina hver sko ef einhver fórnar sér í að leiða eða dettur einhver og búkka eða vaskriðu þetta eru 2 búkkar og svo 1 vaskriðu. Nei, þetta eru 4 búkkar og 1 vaskriðu. Hvað er að fólki að hlaupa þetta? Þetta er svona... Þú hefur kepptið þessu? Já. Fyrir landslið mann ég. Já, þetta er svona, það er verið að reyna að fara í víðámslaupin á brautina. Já. Það er það sem menn er að hugsa í þessu, en búkkarnir er ekki svo reyndur, ef þú rekst í þær, þeir detta ekki, þú dettur sko. Þetta er bara, þú veist, það þarf alveg 2 sterkar líku að færa þetta sko. Já, þannig að það er alveg á hreinu sko. En í 300 kalla, þá er einhver 17 ára Edmund Serum sem er eitthvað spennandi. Frá hvað land er hann? Kenya. Hann var 4. besta tíman hann gæti komist á pall, einhver 17 ára ef við höldum að hann sé 17 ára. Já, við höldum að hann sé 17 ára. Það er einhver sem segir það. Herru, 5 kilometrar. 5 kilometrar kalla, það er 2 eftir á heimslistanum sem er annars vegar Bandaríkjamaður Grant Holloway sem Grant Fisher segi ég, hann var 3. í ólympíuleikunum í fyrra þegar Ingebrigtsen vann þá eru þeir að hlaupa sko taktískt hlaupa 13:15, hann er búin að hlaupa 12:44 svo er Olmgren Svíi með næst besta tíma Ég ætla að halda með honum. Já, það er svona, hann er ekki einu svona á heimslista. Nei, hann er bara búin að hlaupa rætt og hefur verið að æfa, sko þeir hafa verið að æfa, það er semst, hann Baldvin held ég hefur eitthvað verið að í kringum þessa gaura, sko, Olmgren og Ingebrigtsen og þess að vera að fara svolítið með Skandinavíunum nú er ég að segja algjörlega ábyrgðari, með minnir að Gunni Palli hafa sagt það að þeir hafi farið þarna. Svo sem var annar ólympíuleikum í fyrra var Kenjumaður Kwemoi og ég sé hann ekki þarna á listanum, það er alltaf fullt af Eþíópíumönnum og Kenjumönnum en Fischer er alveg líklegur líka af því að ég sé hann er með bronsi frá því í fyrra og er búin að hlaupa hraðast. Já, ég ætla samt að halda með Svíjan. Já, ég veit að höldi eins og Baldvin. Já. En svo er það bara kvennamegin, þá er bara þarna komin kona sem er komin undir 14 mínútur í 5.000 og ég get alveg sagt það og 2 mínútur undir sko. Já, og einhver hefði sagt við mig fyrir 5-6 árum þegar meti á 14-13 eða eitthvað svoleiðis að innan 5 ára væri komin undir 14 mínútur, það ég sagt nei. Er þetta kona sem reyndi að fara þarna míluna? Nei. Chebet, nei, ég held að það hefði verið Kipjikon, ég held það. Já, jú, það er rétt ég sko. Já. Kipikon vann þetta allan að síða sko 14-53 ár. En svo eru þarna eins og Hailu og Chegei sem eru mjög reyndar og Hailom, Eþíópíu konur og svo eru einhverja Kenyu konur þetta líka en ég myndi segja að Chebet sé sigur stranglegust. Ég sé hvergi Sifan Hassan. Nei, ég sé hvergi Sifan Hassan heldur. Ég veit ekki hvort hún bara kláraði þetta í fyrra með 2 bronsum og í 5 og 10 og 1 gulli í marathoni sko, maður veit það ekki sko. Ég er nefnilega að leita hann í marathoninu líka, ég var þar þegar hún var að olbúa hana í markjana. Já, en hún sko, hún var orðin alveg svakalega sem sagt langklaupara legi í fyrra því að sko, bara orðin svolítið svona eins og hann var í horðu sko. Já. Meiri sé fyrir langklaupara sko. Já, einmitt. Já, hún virkaði einhvern veginn ekki hress, sko. Ég er samt búin að sjá hana á alls konar svona fréttamanna eitthvað, en ég sé hana hvergi hér. Það voru 10. 10, sko, það er, sko, ég þori ekki að giska sig verða, þetta er bara Kenjumenn og Eþíópíumenn. Mikið taktík hann, sko. Já, og þeir eru bara bestu tíman hann frá Austur-Afríku og svo veit maður heldur ekki alveg að þó að það sé hérna 3 með bestu tímana þá er ekki endalvísa þeir keppi fyrir Eþíópíu því það er svo ofboðsleg dýft og þetta er hérna eins kvennamegin nema ég myndi þar setja mína peninga á Chebet sem setur heimsmetið í 5.000 hún er 3. besti tíman í 10 en
leið og hlaupið verður taktist að Já. þá á hún svo gríðarlega möguleika á hraðanum þá. já, hinar þurfa þá að vinna sko saman gegninni og ég held að Kenjukonuna vinna aldrei gegninni, það verður þá frekar Eþíópíukonurnar. Já. Þannig að ég myndi segja að hún taki 2 vart, 5 og 10. Ok. Sem, það Chegei? Chebet. Ok. Já, hérna C-H-E-B-E-T. Já. Hún er efsta heimslistar með 3 besta tíma núna, það munar engu á þeim, sko. Nei. Já. En kalla megin myndi ég ekki þóra, það dagsformið held ég bara þar, sko. Já. Ertu búin að kíkja eitthvað á marathoni? Nei, marathoni var ekki búin að Sko, ég bara svona renda hans yfir það og það sem ég varst áhugavert með kallana þegar ég var að skoða heimslistana Já. að allir efstu kallanir á heimslistana, þeir eru ekki með. Nei, Er það ekki lyfjaprófið eða? Nei, sko, það sem gerist bara það að þarna stóru marathon, París, Chicago, Rotterdam, New York, London, þú veist, bara Berlín, það svo ofboðslegt verðlaunum fyrir þessu að þeir fara bara í þau hlaup og þó að sé heiður að vera heimsmeistari, það frekar þeir koma út á Ólympíuleikum, en þó að sé heiður að vera heimsmeistari þá bara, þá lifa menn að þessu og þeir, menn hafa x mörg ár og þetta satt pening fyrir restina af lífinu, sko, þannig að þeir koma oft ekkert í þetta, þannig að maður fær oft óvæntan sigurvegara og það sem svo gaman í þessu líka, maður hefur séð, ég man til dæmis það var Finni sem var Evrópumeistari 2006, hann var nobody og hann fer bara ríkur undan, þeir láta hann bara fara. Ég man eftir. Og svo náður hann ekki aftur, af því hann bara hélt út, tók sénsinn og hélt út og þá náður hann ekki aftur, þannig að stundum færu einhver sem engin, þessi springur og við erum ekkert að æsa okkur í hann, menn að horfa bara á hina keppinutana og þannig, sko. Já. Nei, já, þetta verðist vera svolítið. Og það eins kalla á hvernig, það er því vonlust fyrir okkur held ég að ætla að spá fyrir og síðu og vera það, sko, já. Ok. Herðu, eigum við að fara í köstin eða stökkin? Förum bara í köstin. Förum í köstin. Ég er einhvern veginn aðeins spenntar fyrir köstan núna heldur en venjulega. Já. En þú veist, og það er ekki bara út af því að við 3 Íslendingar en það er einhvern veginn, sko, sem er náttúrulega bara ástæðan fyrir að við gerum hennar þátt, það er skemmtilegra að fylgjast með þegar maður veit meira. Já. Nú er ég búin að kynna mér alla greinarnar, ég er ekki fara að gera neitt í viku. Ég verð bara að fylgjast með, því að nú er ég bara búin að búa til svona favorites, ég veit af hverju og svona eitthvað. Já. Ef við byrjum í kúlu eða? Byrjum í kúlu kvenna. Það er efst á heimslistanum Chase Jackson, Chase Ely sem er búin að koma 2 á Reykjavíkuleikana. Já, hún er alltaf máluð svona með einhver fiðrildi í andlitinu, öll í tattúum og eitthvað. Og hún er alltaf líklega, en kúlan er náttúrulega svolítið ólíkindi tóla því að þú veist, menn mistar stundum. Hún komst ekki í úrslitin fyrir. Ekki, veit það er það sem gerist, menn þetta gerist stundum. Ég mísi Ógun Leie frá Þýskalandi hérna 4. á listanum, hún er ríkjandi ólympíumeistari. Já, einmitt. Og svo Jessica Skilder, eða ég held að heiti Skilder, held að ég búið þenni fram. Já, frá Hollandi. Og svo Sarah Mitton frá Kanada. Mitton var í verðlaunabaráttu á ólympíuleikunum í fyrra. Þetta eru allt saman gríðarlega öflugar konur. En þessar Skilder, Mitton og Ógun Leie eiga sem besta kast frá því innanhús. En þær eru þarna bara allar sem eru efstar á heimslistanum og það er svolítið erfitt því að Maggie Even er hérna, Madison Lee Vesche frá Nýja-Sjálandi, hún var önnur ólympíuleikunum í fyrra, þannig að, og svo náttúrulega Gong frá Kína, fætt 89, hún náttúrulega er reglulega á palli á þessum mótum, þú heldur alltaf hún sé hætt eða búin og svo kemur hún og tekur velun, það var síðast kannski 2017, hún dettur inn 23 eða eitthvað, sko, búin að kasta 1979 og þannig að ég veit það ekki, sko ég held náttúrulega að Chase að fara að taka þetta. Ég held það líka, þrátt fyrir hún klikkar ekki svona aftur. Nei, ég meina, hún á 2 gull frá HM, sko. Og þú veist, núna hún á sem sagt bandaríska metið og er búin að bæta sig í ár, þú veist, hún er búin að bæta 3 sinnum, eitthvað svoleiðis. Skilder, þú veist, hún á annað lengsta kastið og er númer 2 á heimslistanum, þú veist, hún er með brons á HM, 2 gull á EM og þú veist, bara, vann Diamond League núna, þannig að hún er greinilega í stuði
en sko Sara Mitton, ég með skráð hérna, hún hafi verið í 12. sæti Ólympíuleikunum, hún hafi ekki farið í úrslitið einu sinni. Ok, Já. ég myndi hún hefði verið í baráttunni, það var Já. svona mann maður ekki rétt sko. Nei, en hún er með silfur frá HM úti og svo á hún 2 gull inni sko. En ég heyrði það eins í Ernu Já, og hún er sem sagt að leggjast það til Tókjó 12. september, sem sagt á morgun, við erum að taka bara þetta. já, Og hún segir bara að æfinga gangi vel, allt er samkvæmt áætlun, ætti vonandi að skila góðum árangur á HM, markmið auðvitað að kasta langt og vonandi að komast yfir 18 metrana sem að henni finnst hún eiga inni. Þannig að hún og Óðinn þjálfarinnar, þau eru búin að vera að æfa vel. Ég held að það er frábært ef hún næði Íslandsmetinu og 80 metra kasti sko. Það er geðveikt. Það væri geðveikt en það myndi ólíklega duga í úrslit samt sem áður sko. Já, nei, það dugir ekki úrslit. Nei. Það er alls ekki, ég fletti þessu aðeins upp sko, þú veist að lengstu köstin í heiminum, þá er 20. sæti 90 metrar. Já, það sem ég segi sko, þannig að þú þetta kasta 18, 50, 60 og hún þetta eiga sturlaðan dag, eiga geggjaðan dag, það dugar ekki. En það væri samt frábært hún ætti geggjaðan dag og bara sett Íslandsmet. Já, við bara ef hún bæti sig og ef hann, þú veist, ef bæting geggjað yfir 80 metra sjúkt sko. Já. En og svo fann ég frétt á þann sko, þú veist að Raven Saunders. Já, Raven Saunders, já. Já, hún er komin í bann. Hún er komin í bann. Það var bara tilkynnt í dag að hún er búin að missa 3 lyfjaprófum síðustu 12 mánuðum. Og komin í 30 mánuða bann. Já, það er skættinlega árið þannig að þú mætir ekki próf þá lendur í bann. Já, og verður alltaf að láta vita hvað þú ert eitthvað, en þú veist, ég meina, þú lærir á þess að þú gerir þetta ekki einu sinni, sko, og ef þú komin með 2 þá ert ekki að fara að klikka á 3, sko. Nei, ekki nema að sé eitthvað í gangi. Hún er kölluð Hölk. Ég fann það. Þannig að það eru vendingar, en sem sagt, það eru 6 konur búin að kasta yfir 20 metra í ár. Það er sem bara betra en venjulega. Það er rosalegt sko. En svo kallarnir sko kúluar kalla hefur verið einu uppáhaldsgrein mín í mörg ár vegna þegar það hefur verið sentimetra stríð og ég man til dæmis bara það eru 2 og 3 ár síðan að þá voru fjórir með það voru 4 og 3 sentimetrum yfir 21 og 90 sko. En Ryan Krauser er ekki með held ég, hann er heimsmetafinn, hann er með. Hann er bara ekki búin að kasta í ár. Nei, hann kemur inn á þessu wildcard dæmi út af hann er heimsmeta, hann er búin að vera meiddur á olbúa. Sko, Joe Kovacs sem var annar Ólympíuleikunum, hann er með líka og svo er Tom Walsh frá Nýja-Sjálandi, hann er með, Sanne Vír frá Ítalíu með og Leonardo Fabri frá Ítalíu, hann er búin að kasta lengst allra. Ég hef trú á því og svo er vinur minn frá Brasilíu, nei, hann er ekki Nei, hann er William Duordo. Nei, það er ekki hann sko, hann er búin að vera í baráttu á lengi og oft 4. Þannig að sko ég held að kúla kalla sko hún er galopin og verður gríðarlega spennandi. Ég ætla samt að segja Ítalinn takk þetta. Leonardo Fabri, hann var annars að HM síðast. Hann er sigurstranglegastur sko. Já, hann er eini top 5 sem er ekki frá Bandaríkjunum og á lengstakast ársins og hann er fitt hann er ekki bara einhver hölk sko. Nei, hann er það og já, það er eina sem sko ef Krauser kemur tiltölulega heill til skóar þá er hann agalega mikill stórmóta maður. Já, þú veist, ef að Olbóin er ágætur þá er hann mjög líklega að vinna en ég ætla, svo er sko bandarísku meistari Josh Avutunde. Já. Hann var 3. lengsta kastið, hann er hjá Paul Doyle, þannig ég ætla að halda með honum. Já. En það hafa sem sagt 6, kasta lengri en 22 metrar. En þú veist, það eiga 9, þú veist, sitt personal best yfir 22 metrar en það er bara 6 búin að kasta það núna og einmitt, bandaríkjumenn eru sterkastir og svo var eitthvað rosa drama í kringum bandaríska meistarmóti í kúluvarpi og það var einhver sem að hefði innan gæðslega átt að vera með sem endaði 4. út að þeir röðuðu eitthvað skringilega fyrir lokaumferðina. Það var eitthvað það var ekki gleði með það. Nei, það var eitthvað drama í gangi sko. En en svo bara svo komið fram líka að þá er sem sagt kúluvarpkvenna, hún Erna, hún er að keppa 20. september sem er laugardagur þá eftir viku, næst síðasti dagurinn. Einu dagur sem þú ætlar ekki að vera að lýsa. Já, það er akkurat, það er einu dagur sem ég ætlar ekki að vera að lýsa. Þorkell, hann verður að standa sig. En já, herðu, við ætlum að fara í Kringlu. Já, fyrir með Kringlu. Ef við byrjum á köllunum. Já, þar er náttúrulega Alekna búin að setja heimsmet. Hún er svo geðveik keppnin á Ólympíuleikunum. Já, en sko,
og þar vinnur hérna Stóna hérna einhver Jamaíkumaður sem er ekki hérna með núna, þeir eru hérna Che og Denny og náttúrulega okkar maður Daniel Stoll sem er náttúrulega komin yfir má muna fífilsins fegri Sam Mattis frá hérna í Bandaríkjunum og Martínez Alekna eldri bróðir hans, hann hérna líka og Ralford Mullings en sko, ég var svo spennt fyrir hérna, þeim sem vann í fyrra Ólympíuleikunum, Roger Stóna að hérna ég var náttúrulega spennt út að hann var í Clemson University eins og ég en hérna og Paul Doyle hérna er eitthvað búin að vera með hann sem sagt hætti í fyrra hann ákvað að vera NFL spilari fór í það? Já, það voru 12 íþróttamenn úr mismunandi íþróttagreinum sem að hérna fóru í eitthvað svona, ég ætla að segja æfingabúðir til þess að reyna að komast inn í NFL þannig ég fór að leita á hann í hvað liðið er hann og eitthvað en Paul sagði mér þetta á Ólympíuleikunum fyrra hann sagði, hann er að hætta, hann er að fara hann ætlar í NFL en hann virðist ekki hafa komist í NFL en hann er búin að vera að kasta en hann er bara ekki hann komst ekki inn Nei, því miður sko hérna, en allavega Mikolas Alekna pappi hans náttúrulega Virgilijus Alekna sem er bara kringlumistari sko bara, en hann sem sagt setti svo hann sem sagt nær Ólympíumeti pappa síns en svo kemur þessi Stone frá hérna Jamaica og nærði líka í síðasta og það var sjúkt en hérna hann átti allan heimsmeti frá pappa sínum í smástund en hann setti núna í apríl þá setti hann 2 heimsmet í sömu keppninni og það sem mér langs að vita út af því ég veit að fæ pening fyrir að setja heimsmet fær hann Mér finnst það ólíklegt í kostunum, þetta væri svipað eins og, sko ef myndi gera það, akkur myndi þá ekki, hérna, hvað heitir hann? Duplantis, stekka bara aftur. Já, sko, ég held þú fáir bara 1 fyrir mótið, en pældi samt hvað þetta auðvelt fyrir hástökki og stangustökki, þess að þú getur ráðið hvað þú reynir við, menn í langstökki þú getur ekki valið að ég ætla að stökka 8.93 núna og svo 8.94 næst eða eitthvað svona, sko. Nei, ég veit það. En hann sem sagt sko þetta er á algjörum sko sveitavelli, þetta er út í kúarassi þetta er bara út og opnum túnni upp í einhvern geðveikan vind, þetta eru sko ef þetta væri sprettlaup þá er þetta aldrei viðurkennt ekki vegna þess að þetta er ekki staðlaðar aðstæður og menn hafa gagnrýnt þetta og það er bara ekki sama að kasta á þessu eins og hringvelli og mér bara skrítið að ætla að setja heimsmet að þetta sé bara í boði sko en hann sem sagt hérna fyrst kastaði hann 74-89 og svo 75-56 og það var sem kom í gær því ég er búin að vera að googla yfir mig það var sem sagt verið að samþykja 4 heimsmet þessi 2 og þetta telst sem 2 heimsmet sem ég er alveg smá gaman sko en hann á sem sagt þú veist silfur á Ólympíuleikunum í París silfur og brons á HM gull á EM og brons runnið Diamond-líkana og öll bara, hann hefur runnið öll yngri mótin líka hann er fættur 2002 sko fluga hérna framinni mig og hérna, og hann er hérna, það er fluga alveg í andlutinu á mér hann er svo 22 ára og svo er bróðir hans Martínez Alekna, hann er 25 ára og númer 21 á heimslistunum og þetta er fyrsta stórmóti hans það er sko, ég sá myndir af þeim sko það er eins og að hann fá ekki jafn mikið að borða Nei, það hefur verið veðjað á hinn Já, það er bara þannig en hérna, svo er náttúrulega Daniel Stoll sem er náttúrulega búin að hérna, bara Vésteinn var að þjálfa og bara svona okkamaður og Christian Che, hann er númer 2 á heimslista á 3. lengsta kastið og svo sem tók við að Stoll og svo kom Alekna og hérna Matthew Denny frá Ástralíu Ég ætla að veðja á hann ég held að sé hans tími núna Já, herðu, en ég hafði sambandi Vésteinn sem náttúrulega er okkar sérfræðingur í kringlingasti og ég spurði hann og hann segir númer 1 Mikolas Alekna, númer 2 Christian Che númer 3 þá gæti hann ekki valið, hann segir Daniel Stoll, Matthew Denny eða Ralford Mulling og Mulling er Jamaica, 22 ára herðu, og svo segir hann ef það verður rigning þá vinnur Daniel Stoll stærsta sem getur gerst er það að möguleiki að Mulling vinni og þar hefur við það það er magnað ef það verður rigning þá vinnur Stoll sko, pælið því hann er bara góður í ringu þú veist, þetta er svo styrla að pæli þessi þannig að þetta er ég held þetta verið geggjukeppni já, ég held það sko, hún verið mjög spennandi Ég held aftur að kvennakringlan verði ekki spennandi. Nei, það er bara Olman. Hún er búin að vinna allt síðastliðin ár. Já, hún hefur ekki tapað síðan hún var, fekk silfur 2023. Já. Í sem sagt 2 ár. En sko, þið verðið að sjá hana út af því að hún lítur út eins og hún sé bara 100 metra hlaupari. Já, hún er bara hávaksin og grönn. Hún er með 6-pack, ógeðslega fitt og flott og bara, þú veist. Geti alveg verið hástökkvari, sko.
Hún sjúklega flott og mér finnst bara ótrúlega gaman að sjá svona, en svo erum við með lauga eitthvað Tausaka frá Bandaríkjunum, hún heimsmeistari sem sagt síðast, 27 ára, en svo einhver króatísk, Sandra Elkasevic, en hún 35 ára. Sko, Sandra Elkasevic eða Sandra Perkovic, eins og hún hét áður, og hún gifti sig. Sandra Perkovic var Evrópumeistari í hvað mörg heimsmeistaramót í röð og heimsmeistari, hún var langbesti kringlukastarinn áður en Olman kom fram. Já, ok. Hún er svona, eins og þú sér, hún á 71-41 og hún Sandra Perkovic, ég sé alltaf Perkovic, hún heitir enda Elkasevic núna, en hún svona einmitt svona flottur kringlukastari líka opbóðslega myndalega geti farið og verið svona poster girl farið og seriós kassa og svona fullt af sponsi sko. Og svona skemmtilegur keppandi og hún getur svolítið eins og stól, hún getur komið og stólið þessu sko. Já, ég held ekki. Ég held að Olman sé alltaf fara, en það er bara spurning með einmitt reynslu og við stöðum að senda mér skilabóð, high five. Herði, já, en ég hugsa hún, einmitt, takk þetta, hún þá græði Paul Doyle, þá fær hann fullt af pening. Já. Hún hjá honum líka, en en þú veist, heimsmyndi sko 76-80, þær eru bara kastað 73,5 sko, lengst. Þannig að, þetta sjúl, það var sleggjukast. Já, við byrjum á konunum, að þá semst Kanadamenn komu óvart í fyrir unni bæði sleggjukast kalla og kvenna. Alveg rétt, og Carmen Rodgers þannig nummer 2 á listanum og Brooke Anderson Bandaríkjukona nummer 1. Þær munu berjast þetta held ég alveg öruglega. Og svo mögulega mun Diane Price Bandaríkjukona blanda sér í baráttunum líka sko. En það eru þessar 3 sem ég held að það séu sigur stránglegastar í þessu sko. Já, ég held að sé Anita Wlodarczyk þarna ennþá með en þetta 12. sinn sem hún fær á HM. Já, sko hún náttúrulega bara fyrir heimsmethafi, ef hún ekki heimsmethafi, hún heimsmethafi. Hún ólympíumeistari 3 svar, HM-meistari 4 sinnum og EM-meistari 4 sinnum. Og hún heimsmethafi í þessu, en hún en hún eins og segi, hún fædd sko 85, þannig hún bara dett í fertugt sko. Hún fertug og hún nummer 3 á heimslistanum sko, þannig hún greinilega hún góð sko, og það líka það að hún á stórmótunum. Það öðruvís að kasta á þessum mótum. Þurfa að fara undir keppnina. En svo viljum við auðvitað, svo höldum við með Silju. Já. Kosonen frá Finnlandi. Hún önnur öðru sæti heimslistan. Ég var gaman að fá eina Silju. En þú veist, svo eigum við náttúrulega Guðrún Karitas, hún ég sjálfsögðu heyrði henni líka. Já, hvað sagði hún? Heyrðu, hún sagði, bara staðan henni bara mjög góð. Hún búin að vera núna í Fukuoka í Japan í príkamp síðustu vikuna og að mæta til Tókíó núna og bara komið sér fyrir og taka loka undirbúingi þar. Hún segir þetta leggst vel í hana, búið að vera langt og skrítið tímabil, en hún rosalega ánægð að hafa náð markmiðinu og komist þangað, leita ekkert endilega út fyrir það viku áður en glugginn lokaði. En miðað við þessa viku og á MI þá hún í bara fantaformi, æfingar ganga vel, líkaminn geggjuðu standi, hún bara mjög spennt. Aðalmarkmið að fara og keppa vel og njóta þessi botn. Ég veit að ég þarf að gera hvað ég þarf að gera til að kasta vel og langt, en ég þarf að halda mínu fókus og geta framkvæmt á svona stóru sviði. Þetta rosalega keppni, en við gerum mitt og allt smellir aldrei að vita hvað gerist. Og hún sem sagt að æfa núna í Köpen. Hún flutt þangað og æfir hjá Karsten Bomme hjá sem sagt Sparta og þær eru þarna 3 sleggjukastar að keppa í þessu sama stelpur og svo ein sem kringlukastari minni mig, en það ein Katarina Koch Jakobsen frá Danmörku sem þá æfingafélagin hennar, en hún hefur verið í úrslitum bæði á Ólympíuleikum og HM síðast. Sko, ef Guðrún Karitas setur Íslandsmet þá möguleiki úrslitum. Já. Það það. Það tvílar það geggjað. En hún allavega bara mjög kátt og gengur vel og einmitt var að klára náttúrulega skólan í vor og svona, þannig að nú hún bara að fara að flytja þangað og ætlar að vera þannig sko. En við Cameron Rodgers, ég hugsa hún taki þetta nú bara frá Kanada. Ég held það líka, ég held að sko þessi sé það verða þess að held ég 3 hann í barátunni sko. En svo það kallanir. Já, þar Katsberg og Halats, þeir Katsberg frá Kanada, ólympíumeistari, Halats frá annar, hann frá Ungverjalandi, hann búin að kasta talsvert lengra en Katsberg núna, talsvert, það hálfu metri.
ég held að þeir muni berjast þetta, Rúti Winkler hérna á milli þeirra, og svo Kókan 50 á listanum, Hann er frá Úkraínu. og hann sem sagt var 3. Ólympíuleikunum. Já, og hann er 3. á heimslistanum líka, sko. Ég held að Katsberg vinni þetta og Halads verði annar og svo spurning hvað tekur 3. sætið. Sko, já, og bara, þú veist, þeir sem eru þá að hlusta að Ethan Katsberg frá Kanada, allavega á Ólympíuleikunum, þá lítar hann út eins og hann sé 50 kall með sítt hár og krullur og skegg. Og yfir að skegg, sko. Já, en hann er bara 23 ára. Já. Hann lítur út fyrir algjör sveitalúði. Já, en hann er líka ríkjandi heimsmeistari. Já. En svo er einn strákur frá Þýskalandi, Merlin Hömmel, hann er 23 ára og vann einmitt núna silfur á EM undir 23, búin að kasta 81-27. Hann þykir líka líklegur, eitthvað svona spennandi nafn í þessu. Já, og spjótkast er náttúrulega bara... Spjótkast er mikið íslensk grein. Við áttum 3 keppendur þegar voru A og B lágmörk í Tókjó 91, þá voru það Siggi Einars, Einar Viljáns og Siggi Matt. Já. Þeir komist allir á heimsmeistaramót og þetta var þannig að það voru A og B lágmörk og þú mátti senda einn eða náði A lágmarki, en til þess að múttum við senda einn eða náði B-lágmarki. Já. En til þess að mega senda fleiri en einn þurftu allir að ná A-lágmarki og þeir náðu því allir þarna, sko, þannig að það var býsna vel svo. Við eigum spjótkastara núna, hann Sindri Hrafn. Já. Og meira að drekka það? Nei, ég er þá aðeins með, sko, en Sindri Hrafn hann er búin að fara 82 metra. Já. Og það er eins með hann eins og Ernu að þó hann bæti sig þá er ólíklegt að hann fari í úrslit. Já, þeir kasta náttúrulega 10 metrum lengra, sko. Já. Og þeir eru þarna ólympíumeistarinn, mjög óvænt í fyrra, Nadim frá Pakistan og sá sem var annar, Chopra frá Indlandi, þeir eru þarna meðal... Þetta er samt alveg fyndið, Pakistan og Indland. Þau efstu sæti á þarna í ólympíuleikunum. En ég veit hver vinnur, sko. Og hver vinnur? Julian Weber frá Þýskalandi. Já, þú heldur hann vinni. Hann nefnilega hann ekki stórmótamaður? Já, sko, jú, en það er annarkvort, hann bara að kasta 90 metra eða hann að kasta 75 metra, skilu, þetta er bara, hann er bara annarkvort eða, sko. Já. Hann getur leikandi unnið þetta. Svo var Grenadamaður sem var 3. ólympíuleikunum í fyrra og hann er hann líka að þvæla, sko. En svo er frá Brasilíu. Já. Eitthvað Luis Murico da Silva. Hann næstlengsta kastið, sko, en númer 7. heiminum, fyrsta stórmótið hans. Já. Hann er 25 ára. Það er svolítið erfitt að koma það með enga reynslu. Indverjinn mun verða á palli. Ég held að Weber geti leikið sér að vera á palli, en hann getur líka, eins og ég segi, kasta 75 metra, sko. Já. En ég heyrði í Sindra, sjálfsögðu. Já. Og hann sagði mér að þeir Einar eru mættir og eru bara aðlagast núna, venjast tímamismunum og eru bara svona að taka einhverja léttar æfingar. Markmið hans er sjálfsögðu að komast í úrslit. Það verður erfitt og ég þarf að kasta langt, en auðvitað er það alltaf markmið. Auðvitað fer maður ekki út nema maður sé líka láta sér dreyma, sko. Váka, þetta var ekki illa meint samt, sko. Nei. En maður verður að hafa þessi markmið og ég veit að ég er búin að sjá hann upp á Kapla og svona, hann er í stuði, sko. Já. Og ég vona bara að þau öll bara njóti þess að vera þarna og taki þessa reynslu inn og við erum bara eftir að sjá miklu meira af þeim öllum, sko. Já, það þarf að vera, menn þurfa að fara inn, ná reynslunni og svo á næsta móti þarf að komast og fara aðeins lengra. Já, sem við höfum alveg náttúrulega séð bara gegnum tíðina með okkar Íslendinga. En spjótkast kvenna. Spjótkast kvenna, já, þar erum við með Hudson frá Ástralíu og Vilagos frá Serbíu. Báðar yfir 67 metra. Já, þetta sko, það var Japani sem vann í fyrra, Kitaguchi. Hún er náttúrulega að fara að vinna. Já, heimavelli. Já, en hún er stærsta stjarna Japans. Já. Og er hérna með 15 einsta kastið og eitthvað svona. Já, hún er núverandi heimsólympíumeistari, hún var með brons á HM 22, með mitt númer 1 á heimslistanum. Og býta aðeins. Hún er búin að vera með elbow injury sem er náttúrulega allir spjótkastar eru svo sem með. Já. En það er allan eitthvað verið að tala um það. En þú veist, pressan er henni og hún er, stærsta nafnið. Svo er norska kona Sigrid Borge, en þær sem voru í öðru og 3. sæti ólympíuleikum í fyrra, þær virðast ekki vera meðal lengstu kvenna, sko. En Sigrid Borge í Noregi, veistu hver þjálfar hana? Nei. Nefndi mér einn norskan spjótkastara. Ólympíumeistara 2008.
Af hverju man ég ekki hvað hann heitir? Andreas Thorkildsen. Já. Hann er þjálfarinn. Hann er þjálfarinn. Já. Þá verði ég að halda með henni. Já. Hann náttúrulega bara sætasti spökkastri í heimi. Já. Fyrr og síðar. Hann náttúrulega, já, hann er svona posterboy líka, sko. Já, það er engin spurning. Nei, já, hann var náttúrulega ógeðslega gaman að fylgjast með honum, en hann var á svipuðum tíma og ég, sko. Ég held að hann sé örugglega bara, kannski ég gamall og ég. Útrúlega, þú veist, hann vann allt og bara, það var svona áreynslulaust, sko. Já, en hann var í algjöru höngipakki tjöldin. Hann drakk mikið, hann var þunglindur og það þjálfarinn voru bara í bölvu brasi með hann, þú veist, hann að sjá þið, úr bestur í heimi, en þú stendur ekki lappirnar. Nei, og það er bara, þú veist, það er ýmislegt sem menn bara eiga í vandræðum með, sko. Já, ég held að mér minnir eitthvað, þú veist, mamma og pappi voru að skilja og það bara fór allt eitthvað í höng. En það er hérna líka Adriana Vilagos frá Serbíu, 21 árs. Og mér finnst þetta mjög áhugavert, 21 árs, hún er með 3 heimslista, annað lengsta kastið í ár, 67-22, 21 árs, sko. Já. Hún á silfur á EM 2022 og 4. Og hún vann demantamótin fekk silfur 24 og 25. Hún hefur unnið náttúrulega, þú veist, EM undir 20 og undir 23. Sko, ég myndi þetta er framtíðin, sko. Ég myndi halda að hún, þráttur að Hudson sé búin að kasta lengra, þá myndi ég halda að Vilagos sé sterkari kastari, sko. Já. Mér verður áhugavert að fylgjast með henni. Ég ætla samt áfram að tippa á Japan, að hún verður allan að palli. Ég held að hún vinni þetta maður. Já. En já. En Andreas Thorkildsen, ég er alveg til að sjá hann í mynd. Já, hann kemur í mynd, sjáum hvernig hann hefur breyst frá 2008. en samt fyndi þegar ég var eitthvað svona að googla svona þessi stærstu nöfn og eitthvað, og þegar ég horfi á sprettlöpin, þá eru allir 24-5 ára og í sumustökkunum. Í kastgrjónum, þá er allir 28-30 ára. Já. Og pluss. Já, það er bara, það tekur lengri tíma, þetta er svolítið eins og með langklöpun oft kalla megin, marathon og 10.000, þú ert ofta lengri tíma á toppn, það er bara fleiri ár, það er fleiri kílómetri og Vétti sagði alltaf að þú ætlar að geta eitthvað í kringlu, það taka 20.000 kost á ári. Já. Og 20.000 kost ár eftir ár og þá fyrir að koma stabilitet í þetta og svona, sko, það er bara, og álægið er öðruvísi, það er ekki eins í kostunum eins og það er til dæmis í stökkum og svo brettlöpunum, sko. Algjörlega. En við ætlum að fara í stökkin. Ég er svona byrja að grafa þar aðeins. Og mér er spennt fyrir þeim öllum. Byrja langstökki? Já. Kallaðu hana? Kalla bara, þar er Tentóglu, olimpíumistari, heimsmistari Grikkin, hann er náttúrulega líklegastur. Sko, ég held ekki með honum. Nei. Og það ég held hann sé svo ógeðslega leiðilegur. Ég get alveg trúað því. Og mér finnst hann bara gefur ekkert af sér og hann er sko það var ósla fyndið því að ég var alveg bara skrifa 27 ára lítur út fyrir 45 ára sem vinnur í IT fer svo Instagram með hans þá er annað hver póstur eitthvað hann í tölvunni í tölvuleik þetta er bara spot on hjá mér og bara örgulega vondlíkt á hann og full og eitthvað ég bara ekkert að kaupa hana gæja en hann er nummer 1 á heimslistanum og nú er þetta heims ólympíumeistari og tvöfaldur ólympíumeistari og bara á þetta allt. Svo er ég alltaf hrifin af Furlani í Ítalanum sem var 3. ólympíuleikum í fyrra, ungur strákur. Já, hann verður í öðru seti. Já, hann er bara 20 og síðan er þarna töðrutamaðurinn Simon Ehammer frá Sviss, hann er töðrutamæðurinn á 8.45 í langstökki. Já. Þannig að hann geti hæglega náði velun í þessu. Ég held að sé bæða kepp í þraut og langstökki á þessum móti. Herðu, ok, við erum að tjekka því, en hann er sem sagt, getur vel verið, því að hann keppti á HM inni núna 2024 og vann gull þar. Já. Þannig að hann er ennþá fullu í þrautinu, sko. Já, hann er það, sko, en 7-þrautin hendar honum betur en 2-þrautin, reyndar, sko. Já, ok. En hann á vel yfir 8 stig í ár í þraut, sko. Já, en svo er hérna einhver Tajai, eitthvað, Gale frá Jamaica. Já. Hann er eitthvað... Og hann hefur náð verðlunum eða verið við verðlun á stórmótum, þessi Gale, sko, en það er bara spurning hversu stabíl hann er, sko. En sko, ef ég horfi á 5 bestu stökkin á árinu, þá er hann Grikkin, Tentóglu fyrstur, Furlani frá Ítalíu annar og svo er þeir 3 búin að stökkva 8.34. Já, 3, svo 8.33 þar á eftir. Já, Gail Hammer Addock, þannig einhver frá Ástralíu. Þannig að Grikk, ég held að það sé meiri spenna hver verður í öðru sæti. Já, ég held það líka. En ég held ekki með Grikkanum. Ég var svo hugsaði, ætla hann brosa á einhverjum myndum og eitthvað.
kannski kannski þarf ég þetta mér, kannski bara orðin hress núna. Hver veit, en ég hef með þetta heyrði félagi mínum, Dwight Phillips. Já. Hann alltaf hefur verið... Gata aðeins í landstöki. Já, ég held að hann hafi verið 4 sinnum heimsmeistari og 1 sinni ólympíumeistari. Og hann sem sagt með 4 íþróttamenn úti. Hann að þjálfa, sko, en þetta ekki topparnir, sko. Williams, þú veist, hann með 24 heimslistanum og eitthvað. En já, þannig að hann allavega verður þarna, ég sé þá allavega kunnulegt andlit. Hann hefur nú komið til Íslands og verið með æfingabúðir og svona, frábær. En ég er mjög spennt fyrir þessum Ítala. Já, Fulani. Já, hann er 20 ára og hefur unnið, allar úlingakeppninar. Og hann er bara glaður. Já. Herðu, en landslið kvenna? Það held ég að ólympíumeistarinn Woodhull vinni. Stelpa með kúrekahattinn og stígvélin, sko, hún er búin að stökkva lengst allra í ár. Já. Og hún næstu klúraði samt bandaríska meistarmótinu. Já, það? Þú þarft náttúrulega, og langstökk virkar sér þannig og 3 stökki líka og alla kastgreinar. Það er 3 stökk eða köst til þess að ná sem bestum árangri og svo topparnir, 8 eða eitthvað, þau fara áfram og þess að það er. En hún gerði fyrstu 2 ógild. Já, ok. Þannig að hún þurfti bara að taka safe stökk og þá held ég hún hafi stokki 7-12. Já, ok, safe stökkinu sínu. Já, það var safe stökkið hennar. Mér skildist það. En þú veist, svo er næsta bara 707, 706, 702, það eru 4 búin að fara Mí Hambo var undir ólympíuleikunum og hún var eiginlega vann allt áður þegar hún tapaði fyrir Woodhull í fyrra, þannig að hún getur alveg unnið. Já. Og svo er Pacino, frá Ítalíu, mamma hennar er Fiona May sem keppti fyrir Ítalíu og var Breti uppalega og hún var í verðlaunum og stórmótum líka, sko. Hún er 23, hún er alveg með gott rep hérna. Og ég held að þessar 3 muni berjast sigurinn og ég held að Woodhull muni taka það, sko. Hún er svona glöð og kátt, eins og segja, með kúrekahatt og stígvél. En svo er frá Bandaríkjunum Claire Bryant sem var held ég á eftir Woodhull. Hún er vist búin að vera held ég svolítið stabíl, hann hún er hún er 696, sko. Já. En sem sagt, Tara Davis Woodhull, ég fannst geðveikt að vera í París þegar hún var að vinna, á svo mikið stemning og það var svo hún er stuðmanniska, sko. Já, hún er það og hún hefur sagt ekki tapað langstökskeppni síðan á HM 2023 og hún var í Georgia. Hún var í Georgia. Eins og Anna Hall. Já. Og eitthvað þjálfarni Petros Kip. Já, það er yfirþjálfarinn allavega sem er held ég núna í Georgíu eða var allavega þá í fyrra eða hitti fyrra, sko. Já, og ég fann einhverstaðar hún væri núna aðstoðarþjálfari í Kansas State University að vinna þar, en hún er sem sagt gift Hunter Woodhull sem er ég ætla að segja 400 metra hlaupari Paralympics. Já, hann er nefnilega keppið við falla, sko. Já, og hann er með fætur frá stóð og einhvers staðar heyrði ég að þau væri að koma til landsins þegar ég er hlupið kapla, þá er ég alltaf að hitta eitthvað íþróttafólk sem þau eru að prófa með stóð og eitthvað svona, þannig að ég er aðeins búin að vera að reyna að forvitnast hvort að hún sé í raun og vera að koma. Leiðin á henni í spjall. Já, ég bara langar og ég mitt heyrði í Paul Doyle sem er umbóðsmaður og var þjálfarinn minn og Guðrún Arnar að hann er að tjekka á sig fyrir mig líka. Það væri geggjað að fá hana, það er alltaf ekkert smá nafn að fá í, sko. Já, bara sjúkt eitthvað að hún er bara eitthvað hress og bara farið á samfélagsmiðlan hennar og hún er mjög skemmtileg. En já, ég hugsa að hún tæki þetta, en já, ætli það sé ekki Þjóðverinn og svo Ítalinn. Ég held það, já. Það er svona líklegt og það var 3 stökk. Já, förum við 3 stökk. Þar er, sko... Það er allt að gera starf. Já, og ef við byrjum bara hvernum megin að Garni, þá er, sem sagt, ólympíumeistarinn kom mjög óvart í fyrra, hún Tia Lafont. Já. Og hún sem sagt er frá hún er frá Dominíku sem er ekki sama Dominíska lýðveldi, ég held að búið 70 eitthvað manns þarna og hún var sem sagt sett til meðstekkur yfir 15 metra. Sjannika Ricketts var önnur og Ricketts er 4. á heimslistanum. Ég sé ekki ólympíumeistarann. Hún er 5. Já, hún er 5. Hún er 5 sko á listanum, sko. En svo eru 2 kúbukonur efstar, Hernández og Povea. Povea hefur verið í úrslitum, ég man eftir þessu nafni, en það er hvorugur þeirra var í úrslitum ólympíuleikunum í fyrra. Hún Povea var í 4. seti. 4. seti, já, hún var alveg við þetta í fyrra. Já. En svo náttúrulega er mikill jóker í þessu, eins og varst að segja hann í upphafi að hún... Júlimar Rojas frá Venezuela.
Rojas. Já, Rojas, já, ég held að sé, er það ekki Pottet, sko. já, ég held veit að ekki. þessi jóði sé borið fram svona, já, ég ætla ekki að segja það samt, en allavega, hún stökka 15.74, sko. Já, á og heimsmeti. á heimsmeti, hún sem sagt er ekki búin að stökkva síðan lok árs 23. Já, hún var heimsmeistari 23. Já, og svo meiðist hún er 29 ára og hún kemur sem sagt inn núna sem núverandi heimsmeistari því hún vann þá. Hún hefur nákvæmlega ekkert stokkið á árinu, ekki neitt. Og ef hún í formi, þá vinnur hún. Já, bara easy. En hún átti þessar 3 stökki frá 2017-23, síðustu 2 ára og ekki gengið vel, keppti ekki Óli París, þá mitt á hásin og dróð sig úr keppni í sumar. Hún ætlaði að fara eitthvað í sumar, en dróð sig úr keppni. Þannig að já, hún á Ólympíu gull, silfur, hún er heimsmeistari 17, 19, 22, 23, þannig að þú veist, þetta getur verið 5. gull hennar. Já. Þú veist, eins og ég segi, ef hún bara kemst fram úr rúminu þá vinnur hún sko og þarna, en vá hvað ég væri, þú veist, allar hinar eru búin að keppa hún í 2 ár, nýkomnar eitthvað og bara, yes, við erum laus við hana, nei, mætir hún ekki á HM? Já, þetta er svona, en það getur, ef hún verður ekki, þá verður þetta sko Póvea, Múr, Ricketts og Lafond muni berjast þetta og svo mögulega Peris Hernandez sem búin að stökkva lengst allar. Já, þær eru, okkur Kúba alltaf gott í þrýstökki. Ekki, svo flytja Kalla og kvenna, sko. Já, svo flytja það til Spánar alveg, sko, leður fara að geta hvað þá allt í að keppa fyrir Spán, sko. Heyrðu, það er hérna Jordan Díaz í þrýstökki kalla. Voru við búin að tala þrýstökki? Nei, ekki kalla, sko. Ok, þá fyrir við það næst. Já, fyrir bara í það, sko. Hann nefnilega hérna Hann uppalað frá Kúbu. Já, og ég fór eitthvað flett upp okkur hérna skipti og þá segir hann að þetta er bara betri professional tækifæri og Andy Díaz Hernandez, hann er keppur fyrir Ítalíu og hann er líka frá Kúbu, sko. Já, alveg rétt. En þú veist, eins og þessi, hann segir bara, þú veist, það eru meiri tækifæri, betri aðstaða, þú veist, og economic support og eitthvað, þú veist, þannig að það fólk er bara greinilega að flýja Kúbu út af en það hlýtur að vera eitthvað geggjaður yngri flokka þjálfari í Kúbu sem kennir þrýstök. Það er allavega, sko, já, Jordan Díaz er olimpíumeistari. Pedro Picardo er þarna meðal efstu manna, hann er frá Portugal og hann tapaði nú við 2 og Andri Díaz er mitt frá Ítalíu sem sagt er þarna efstur á heimsmeistarinn núna. Þannig að þetta er svolítið opið. Já, og sko maður er alltaf flott ef þið sjáðu einhvern tímann heimsmetið sem Jonathan Edwards setti, hann hafði svo ekkert fyrir þessu, bara svona ding, ding, ding og svo bara stóð hann upp, hann lenti ekki einu sinni sko, það stökk 18-29 en það er sem sagt sá sem hann næst best árangur í heiminum, að Bandaríkjamaður sem hættir eitthvað Taylor eitthvað hann Christopher Taylor ég las eitthvað viðtal við hann þrýstökkið og hann sagði bara, það er ekki hægt að segja líka hver vinnur sko, þessi keppni verður svo spennandi að það er bara þú veist, þetta eru 3 stökk sko, í einu, þú veist, það bara oft er miðjustökki kannski að klikka eða eitthvað svona sko, þannig að þetta verður mjög spennandi keppni en einmitt þessi Jordan Díaz sem er núna frá Spáni hann er olimpíumeistari núna hann er olimpíumeistari og svo Andy Díaz sem á lengsta stökkið í ár, hann var 3. olimpíuleikunum þannig að, og þetta er allt sem hann eins og segi, kúbmenn uppruna. Þannig líka kúbmenn til það áhugavert á hvað er svegt bara eitthvað bara eitthvað það er að fara bara eitthvað annað hvað er að fara næst, ef við taka hástökk tökum hástökk kallaði eitthvað skulum bara taka kalla og sko þar er Hamis Kerr, sko hástökkið er búin að vera dálítið lægð undanfærið, bestu stökkin er bara kannski 2.30, 2.35, þetta var alltaf við 2.40 en sko Hamis Kerr á 3. hæsta stökkið, hann er olimpíumeistari en svo er þarna kappar eins og Dorotsjuk og Steffala sá sem búin stökkva lengst allir heiminum ár er Wu frá Kóreu en í fyrra olimpíuleikunum voru það Shelby McEwen og Mutas Barsam frá Katar ég þoli hann ekki hann og grenjandi Ítalinn grenjandi Ítalinn ekki með í ár nei, hann heitir ekki evangelisti, það var lástökkvari Gianmarco Tamberi, Gianmarco Tamberi ég bara, hann fyrir svo í töðunar á mér það er alltaf vælandi, bara eitthvað ok, allana, ég kalla hann vælandi Ítalan hann er ekki með og ekki Barsim heldur jú er hann með Katar? já,
hann kemur inn á út af, HM. já, Já, en hann er Essa ekki, Barsín. já, hann er ekki búin að eiga gott ár. 2-13, sko. Já, og þessi Wu frá Kóreu, hann er búin að vera í miklu kálfavesin í sumar, en samt búin að stökkva 2.34. Og hann er fínn hástökkvari. Já, og Úkraínu kallinn hann, Doro Čučuk, eitthvað. Doro Čuk, já. Hann er farið 2.34, þannig að hann, þú veist, hann og Wu eru búin að stökkva hæst, sko. Ég held að hann og Wu og Kerr muni bara berjast þetta, sko. Ég held að Kerr hann bara pakkar þessu saman, sko. Hann er líklegur, það er alveg rétt. Já, en ég var samt svona gaman, þegar ég var náttúrulega að googla þetta allt eitthvað, og Shelby Mekka Ívan frá Bandaríkjunum, hann fór í jump-offið. Já, hann vildi jump-off. Já, hann vildi jump-off og tapaði því. Já. Og segist ekki sjá eftir því, en hann er búin að vera eitthvað off í sumar. Og svo var það eitthvað Juvon, eitthvað Harrison sem vann silfur á síðasta HM. Það var mjög gaman að horfa á hann var eitthvað að koma úr fótbolta, var eitthvað bara körbólta, var bara frekar nýbyrjaður, sko. Júan Harrison er með óvenjulega samsendingu líka, hann er heimsklassa langstökkvari líka. Alveg rétt, já. Kefti hann ekki bara í báðu þá? Jú, hann kefti í hvoru tvekja. Sem er alltaf bara ógeðslega skrítið. En já, mér fannst hann svolítið skemmtilegu karakter, ég er svolítið hrifin af góðum karakter. Já. Ég hrifst af því. Nema Ítalan. Já, það er ekki karakter, það er bara einhver vælandi maður og svo fyndið því, svo hef ég líka alveg verið sko Noah Lyles kona. Já. Og þú veist, ég horf á sprint-tætun, ég sé hvað hann haga sér, ég fíla þetta, þú veist, út af þetta er taktík. Þetta er svolítið eins og sprintararnir eru. Já, bara tekki það, en hann er fann að fara taugarnar á mér og þegar hann var hjólastólinum á Ólympíuleikum, ég bara, ok, nú ert þú bara, ég er bara útskrifið frá þér, sko. Herðu, en hástökk hvenna? Já, hástökk hvenna er Úkraínugrein, hins vegar er Mahučić sem er búin að vinna undanfærna, hún er fædd 2001 og búin að vinna allt frá því hún var 19 ára gömul, HM og EM og Ól. Já. En Óli Slagers frá Ástralíu, búin að stökkva hæst allri ár, hún er búin að vinna hana. Já, og hún er alltaf svo sem er alltaf með ægilegt bros og sest alltaf niður og skrifar í bók eftir hvert einasta stökk. Já, hún er að skrifa niður ég forvitnast hvað það var, hún var að skrifa niður sem sagt eitthvað, þú veist, tækni eitthvað þarna og svo er hún með eitthvað svona motivational pep og eitthvað, þú veist, hún náttúrulega þú veist, það er svona smá eins og sé á rófinu. Já, hún er klárlega virkar eins og hún sé á rófinu. En hún er búin að vinna alla keppninar í sumar. Hún er ofboðslega öflug, en Úkraínukonurnar Levchenko og Mahučić, ég get bara sko, Úkraína frá því ég byrjaði að lýsa frjálsum 2002, hafa Úkraínumenn verið bara með heimsklassa konur í hástökki. Já, kalla mig eitthvað líka, sko. En sko, það eru 5 konur búin að fara yfir 2 metra í ár. Sem er mjög gott. Já, og ein þeirra, þegar við þurfum að tala um hana, er Morgan Lake frá Bretlandi. Hún stökk sem sagt í fyrsta sinni 2 metra núna lokamótinu í Zúrich, demantamótinu. Já. Hún er að æfa undir handleiðslu Jannik. Tregaro. Já, sem er að þjálfa Danilinga okkar. Já, og þjálfaði Kasju Bergqvist í sínum tíma og Stefán Hólm. Já, og ég var svolítið á þessum tíma þegar hann var að byrja að þjálfa, þegar Kallur systurnar voru alltaf, og máli var nefnilega að þjálfarinn hans, ef ég man það rétt, þjálfarinn hans lést og þau voru hópur og þau voru öll bara, og hver á þá að þjálfa okkur, þannig að hann ákvað bara, heyrðu, ég skal bara hætta að keppa og fara að þjálfa. Og hann var bara eitthvað 23 ára. Já, hann er ungur, sko. Já, hann var bara eitthvað 23 ára eitthvað að bara þjálfa bestu íþróttamenn í heimi, ég man ekki hreinlega ekki, var Stefán Hólm hjá hann kannski? Ég held að Stefán Hólm var hjá hann. Já, þú veist, þannig að hann var alveg bara, þú veist, þannig að hann tók á sig, en hann er sem sagt að þjálfa Morgan Lake, þannig að við höldum, nú er hann á Íslandsvinnur, sko. Þannig að við erum að vona að hún komist á pall allavega, það væri skemmtilegt. Það er ekki spurning, en hún sem sagt æfi mest með eins og ég spurði Daniel um hana, hún æfir eiginlega bara aðalega ein og í Bretlandi, en kemur á og til Svíþjóðar og æfi þá stundum svona, með hópnum og svona. Þannig að já, en ég held að Ástralía taki þetta og Úkraína verði þá í öðru sæti, en svo veit ég alveg, þú veist að hún er með Elinor Patterson frá Ástralíu, hún er heimsmeistari. Hún er sko góð stökkvari líka, sko. Já, en ég held ekki meira. Heyrðu, þá erum við komin í stöng. Byrjum á konunum, það er kallarnir eru nú nokkuð gefið. Já, við vitum það. Já, en kvennamegin, þá var Amanda Moll búin að stökkva hæst og hún allavega hefur ekki verið sem sagt á radarnum neitt, hún er fædd 2005, þannig að ég hugsa þetta sé bara fyrsta
svona mótið hennar. Ok, viltu fun fact? Já, Hún er tvíburi. hún er tvíburi. Það Amanda Moll og svo Hanna Moll. Það er búin að fara 491 og 481. Já. Já, Og já, þannig að mjög fyndið að og þær eru hjá Doyle. Þannig ég er sjálfsög held aðeins með þeim. En ekki það eru fleiri hjá hann, það virðist vera með þetta allt. En já, þannig að hún er að koma bara úr háskóla umhverfinu. En það er svolítið skondið að því að Amanda Moll er búin að stökkva hærra heldur en 10 cm hærra heldur en Hanna Moll, en hún er 20. heimslistanum en Hanna Moll er 14. Þetta er skrítið, sko. Þetta segir okkur bara mótin, telja svo. Já, stig og þetta allt. En svo eru náttúrulega Katie Moon og Molly Cottery og Sandy Morris sem er náttúrulega, og Angelica Mercer, þetta er náttúrulega konur sem er búin að fylgjast með á þessum mótum núna bara lengi. Katie Moon, hún er svo sem að deildi medalíu með Nina Kennedy, en Nina Kennedy, hún var að tókna. Nina Kennedy var að tókna, já. Og hún er sko ólympíumeistarinn líka. Já, Nina Kennedy ólympíumeistarinn, hún verður ekki að næða. Nei, þannig að nú er galopið, sko. Kanadakonan Newman sem var 3. ólympíuleikunum, ég sé hana heldur ekki með að keppanda, sko. En svo er einhver frá Bretlandi, eitthvað Molly Cottery. Hún hefur reyndar, hún hefur ekki náð alveg á palla á þessum mótum, en hún er búin að vera í, sko, að komast í úrslit, sko. Ég ætla að leiða þetta hún HM inni þá ég held hún hafi verið bara heimsmeistari tókum bara ok já, núna í fyrra þessu, sko. 24 og EM 24 fekk hún brons sko, já. En hún er seg, sko. En svo erum við með Sandy Morris sem er alltaf margverðlunugur einn, sko. Já, þannig að silfur, já, reyndur ólympíuleikunum 2016, hún er 33 ára og Katie Moon, hún er efstu heimslistum, hún er 34 ára. Þannig ég held að Vala og Þóri hefði hætt allt og snemma. Þær hefði geta verið lengur með við þetta. Já. En já, en þú veist, ég las líka eitthvað starf að Katie Moon og Nina Kennedy þegar þær ákvaða að deila velunum, þær fengu gagnrýni á sig og þá las ég mitt viðtala að þær voru að segja, sko, þú veist, veistu hvað, þetta er hættulegt, við erum þreyttar, við erum búin að vera ógeðslega, við erum búin að vera í 5 klukkutíma hérna úti og eitthvað, þú veist, þetta er bara, nú er þetta hættulegt, sko, þannig að þær voru voða fegnar þegar eitthvað önnur þeirra stakk upp og þessu bara myndi við vilja það bara, já, bara alveg búin að ráði. Ég veit, sko, þetta er samt sem áður. Þetta er hægt í þessu hástökki og stangastökki, en í öðrum greinum sprettliborðum þó sé bara gefnir upp 2 aukastafir, þá fá þeir ekkert að vera jafnir, það er bara farið í 3 og í stökkunum bara verið að telja næstu stökk og eftir, þannig að þetta er raunverulega einu þessar lóðréttu greinar og einu greinar sem hafa þetta að geta gert þetta, annars það bara skorið úr. Mjög ósækert, og því að þær fá báðar, veist, ef það er $10,000 í fyrsta seti, það fær báðar $10,000 og það er þetta sem sko, þessna skilji svolítið þarna Bandaríkjamannin Shelby McEwen, þess að Bandaríkjamenn skilja ekki jafntefli. Það er ekki jafntefli í bandarískum íþróttum, það er ekki jafntefli í körfubolta, það er ekki jafntefli í hafnabolta, það er ekki jafntefli í ameríska fótbolta við ameríska rúnum. Þannig að jafntefli er eitthvað sem þeir skilja ekki, það er alltaf spila til þrautar í amerískum íþróttum. Það er ekki árangur. En samt svona út af því að það búið að tala með langstökkið að taka plankana af og mæla frá tá og eitthvað, það er nefnilega verið að skoða fleira og það er einhverstað að vera að prófa í hástökki að bara actually taka hversu hátt þú lyftist upp. Já, geislamælinguna. Já, bara ákveðin en ekkert svoleiðis. Nei, svo langstökki líka að stökka frá tá er bara allt með íþróttaldur en að hitta á planka. Allt, það er þessi nákvæmni sinni sem er beauty. Það er ekkert mál að hlaupa hratt og stökka langt. Nei, emitt. Ekkert mál. Bara í flipp-flapp og eitthvað. Ég er alveg vissum að Daniel er ekki sammála mér en... Nei, en þú veist, mér minnir ég átt þessu umræði við hann var ekki hrifinn, það er engin hrifinn að þessu. Nei, það vil, þetta er bara önnur íþrótt. Þetta er bara eitthvað að reyna að gera eitthvað sjónvarpsvænt, en þetta er bara ekkert sjónvarpsvænt. Nei, og þetta er eins og hann segir, það er líka ákveðið, menn þau getur hans leitt bara hvaða bolta sem er að vera, þeir eru með í hafnabolta, þá eru með fálból eða semst ógildan bolta og þú getur alveg sleift það, sko, en þetta er bara, þetta er svolítið svipað eins og að þeir menn voru alltaf að tala að stökkva yfir eigin hæð í hástökki og ég man þegar Stefán Holm var besta og hann stökk Þú minnir mig á hann? Já, sko, já Ég þarf að setja myndir hlið við hlið Já, sko, þegar ég líka með krúnurakkaður eins og hann var Já Ég fekk ofta að heyra þetta þegar ég var að keppa, ég var alltaf krúnurakkaður þegar ég var að keppa og þessum árum 2008, 10, 11, 12
þá fekk ég, og meina pabbi meira sem ég fekk skilabóð það hvort hann hefði verið að þvælast eitthvað í Svíþjóð og þannig en hann var 1,79 eða 1,81 og stökk hann 2,40 eða hvað það var og svo var aukt ég að vera að spyrja því að Patrik Huberg var náttúrulega bad boy, hann reykti og kom keirandi og íþróttamótinu í mótorhjóli með leðujakka og átti bara hérna 8,243 hálfstöki og svo var hann einhvern veginn að spyrja það í sjónvarpsviðtali, hvað hefur þú stokkið hátt yfir eigin hæð? Og hann horfði og kallið mig og sagði, hátt yfir eigin hæð? Hvar er keppt í því? Í sirkus, allavega ekki í frjálsum, ég á 2,43 og það er sannska metið. Drapar umræðina þarna sko, en við eigum þetta stákast að kalla. Já, en hvort heldur að Katie, þú veist, út af því að hún Amanda, hún er alltaf hæsta, en hún er að fara að setja fyrsta stórmóti. Já, er krakki. Katie Moon tekur hana. Það er bara spurning hvað Molly Cotter í gerir, sko. Ég held að Katie Moon, hún bara mestur reynslun og hún hlýtur að vinna þetta. Ég held að líka. En já, kallarnir. Það er Duplantis og bara spurningin setur hann heimsmynd. Þetta er mesta líkur að fá heimsmynd hjá Duplantis. Það væri þá 14. heimsmynd. 12 milljónir í kassan. Og Karalis er bara nokkuð örugur í öðru sæti. Hann er langt bestur nummer 2. Pældi að eiga 6,08 á árinu og þú veit langt frá fyrsta sætinu. Þetta er næst hæsta stökk. 21 cm. Já, sko, og þetta er samt sem á næst hæsta held ég held að þetta sé næst hæsti, sko, fyrir utan alltaf öll stökkin sem Bubka á það er bara Duplantis og Bubka sem hafa stokkið hærra mér vitanlega sko. Þetta er svo rosalegt. Svo er hérna Ástrali Curtis Marshall en ég held og Menn og Flown og þessir og Renu og Lavellini er ennþá að stökkva sko. Sam Kendricks, já hann er hann wildcard? Nei, hann er bara að stökkva ennþá já, hann er 33 ára Lavellini er 39 og hann er hann mættur með 5,91 sko. Nei, þetta er eftir mér, hann á líka 6 og 16. Ég er bara að ruggla, Karalis er ekkert að topp 3. En þetta er sko, Duplantis sjálfsögvinur, nema bara, þú veist, að misti í sig. Karalis verður annar. Hann er annar, en ég ætla að segja að Sam Kendricks frá Bandaríkjanum verður 3. Hann getur alvorið það, sko. Hann á alveg brons og silfur í fyrra. Hann var með silfur á París. Já, hann er sterkur stökkur. Já, en ég held að hann verður þar. Heyrðu, það var bara þrautin eftir. Já, það er þrautin eftir og þar náttúrulega vantar okkur kallamegin í tuðrutinu og vantar Markus Roth. Já, hann meittist. Hann meittist en við erum með gaurinn sem klúraði, Skottheim, normannin sem klúraði stönginni í fyrra, hópar og taugum, en hann er búin að gera best allra í ár í þrautinni, hann á best árangurinn. Já. Þannig er við sko með 2 normenn, ætli þessi að æfa saman. Ég veit ekki og Skottheim er held í árinu yngri, hann er bara fættur 2002. Hann er 23 ára. Svo er Ehammer þarna, hann er á 4. besta árangurinn, eða 3. til 4. Og Leo Neugebauer frá Þýskalandi. Það er eiginmaður minn. Oh my god, hann er geggjaður og hann er á social, hann er svo heillandi, hann er svo skemmtilegur. Svo ertu með Damien Warner og Damien Warner er fættur 89, hann er farið við 9.000 stig og er ennþá yfir 8.500 stigum 39 ára gamall. Mér fannst eitthvað 89. Já. Mér fannst ekki hljóman eitthvað sérstaklega gamalt. Sko. Nei, þú ert eldri sko. en 89 er ekki 39, 89 er 36 fyrir ekki. Ég ætla ekki að gera hann eldri en hann er. Ég fannst það bara fínt. Já, en ég held að Skottheim vinni þetta að öllu óbreyttu. Það er spurning. Nei. Heldur að Kyle Gallen vinni? Nei, Neugebauer hann. Þú heldur að Neugebauer vinni? Já, hann með silfur í París. Já, hann er númer 1 í heimslistanum. Langsætastur og já. Ég held að Skottheim vinni. Nei, hann verður öðru sæti. Og ég er alveg vissum en en svo er náttúrulega spurning líka með Kyle Garland, þú veist, hann er náttúrulega, en hann sem sagt Markus Roth sem að vann í fyrra, það virkaði nú svolítið óvænt. Já, þeir voru að detta hann úr hver að fætur öðrum. Já, hann sem sagt, veistu hvernig hann meittist? Nei. Hann datt í stangastökki, hann hitt ekki eitthvað og meittist á hné og olbó og bara þurfti að fara í aðgerð. Já, hann bara mikið meittur, sko. Þannig að gott að vera sammála að Leo Neugebauer frá Þýskalandi, hann vinnur. Við erum ekki sammála það. Nei, okay. Við verðum sikkur megin. En svo eru kvennamegin. Já, oh my god, það er sjúkt sko. Já sko, Anna Hall er búin að fara 7.032 stig og hún er Georgíumanneskja.
frá Georgia. Já. Svo Nafi Thiam ekki búin að keppa á 2013, búin að vera alveg ósýrandi í þessu, og Katarina Johnson Thompson, en ég man bara hún vann í fyrra. í Ríó, þá stukku þær 1.98 báðar í hástökkinu, í þrautinni, og 6.92 í langstökki. Þær eru báðar sem sagt, ekki árangur í ár, og svo eru konu eins og Saga Vanninen, finnska unga stúlkan, en þessar þrjár Johnson Thompson og Thiam, Nafi Thiam og Sophie Doktor er ágæt, en sko Anna Hall með 7.032, þetta er bara besta árangur sem við séum mjög lengi. Hún er að fara að vinna. Ég held það. Ég sá nefnilega að hún keppi 4 grind í sumar, eða svona byrjun tímabilsins og eitthvað, hún er bara eitthvað neginn góð í öllu, sko. En já, hún náttúrulega er world leader. Veistu hvað hún á í 800? 2.02. 2.01, já, hún er alveg svakalega 1.95 í hástökki og sem sagt var með brons 22 og silfur 23 á HM og þar vantaði bara 20 stig í gullið hjá henni. Já. Og hérna að ég er hissa ef hún vinnur ekki, en já, hún er líka á prime, hún er 24, hún er bara að koma. En svo er sko Katarina Johnson, ég ætla að setja hana í annarsætið. Ég var eitthvað njóstna á samfélagsmiðlum, hún verðist vera heil. Og veistu hvernig Nafi Thiam er? Nei, er hún ekki elst? Jú, hún og Katarina Johnson Thompson, það munar ára á þeim. Það sko, Nafi, hún er sko 3-faldur ólympíumeistari, 16, 20 og 24, eina konan í sögunni til að vinna 3 ólympíugull í þraut. Sko. Og hún er 2 sinni verið heimsmeistari, 3 sinnum EM-meistari, og já, hún er 30 einsás, og Katarína hún er einhvern veginn alveg farið fram hjá mér, ég bara verð að segja það. Já, þetta en Anna Hall, sko, hún er búin að vera svona up and coming, efnilegt aldrei, núna verið svona að hafa sprungið gessanlega út, sko, og er stór og sterk, og hún vinnur þetta. Ég held það líka, en mannst eftir Karolínu Klúft. Karolínu Klúft var aðeins lýs, hún hætti bara allt og snemma. Sko, hún var svo skemmtileg líka, það er svo gaman þegar íþróttafólk er svona karakterar. Karolínu Klúft á sama tíma var ólympíumeistari, heimsmeistari innan og svo utan og evrópumeistari innan og svo utan, alla 5 titlana samtímis. Það var 2004. Og samt leit hún ekkert út fyrir að vera, hún var ekki köttuð og bara, þú veist, hún var bara, ef þú eru hort á hana, þá eru sett henni í 10. sæti. Og á þessum tíma, það var sænska 400 metra sveitin, það voru Karolínu systurnar sem voru grindahlauparar, 100 grind, það var Karolína Klúft sem var 700 kona og Kajsa Bergqvist sem var hástökkvari. Þetta var 400 metra, það var engin 100 metra hlaupari sem sérhæfði sig í 100 sem komst í sveitina hjá Svíum í 400. Þetta er bara íþróttamenn en bara er í annari grein. Ég meina Kajsa Bergqvist best í hástökki og var alltaf fljótt að hlaupa. Hún sagði okkur þegar við hittum hann á einhverjum háskólamótum í Bandaríkjum þegar hún var bara þarna og sagði bara ég ætla að vera best í heimi hástökki og maður bara hugsaði með sig já bara montin Svíi en hún bara var það. En hérna Karolína Klúft, Kallur systurnar, þær eru jafngamlar og ég. Þannig ég man að við vorum saman á hámúlinga og eitthvað, Norðurlöndi fylgist það ofta á svona mótum og ég kynntist þeim aðeins og eitthvað og svo það var Norðurlandamóti í Borgarnesi. Já, ég mani því. Sko þetta er hræðilegt, ég náttúrulega ekki segja frá þessu. En við erum að keppa í 100 metra hlaupi og þegar þú ert að hlaupa, þú finnur hvenær þú ert undan. Þú veist þú ert undan, þú veist þú finnur það og ég er að vinna hann í 100 metra hlaupi, Súsanu. Nema það að við komum á línuna og ég náttúrulega ég er að vinna og ég er svo spennt, þannig ég lyft upp hendinni. Já, hún skýtur sér fram. Nei, veistu hvað gerist þegar konur lyfta hendinni? Þá minnka brjóstið. Nei! Hún vann mig á sjónarmun út af því ég lyfti upp hendinni. Ef ég hef ekki lyft upp hendinni á jönu. Veist það, og ég á mynd af þessu og ég fæ bara hroll, oh my god, það er svo geðveikt að vinna hana. En þetta bara, þú veist, þetta er það sem gerist og það tekið sér svo bringan. Þannig að þegar við lyftum hendinni þá minnka bringan. Þannig að ég tapaði bókstaflega á sjónarmun. Ég hef alveg viljað hafa það á reppinu mínu ég hefði það hefði ekki verið ónýtt. Nei. En þetta verður gegn. Þú ætlar að lýsa? Ég ætla að lýsa, hvernig einasta morgun, þetta er svona cirka frá 9:30 til 10:30. Þetta er svona 10:30, 10 eitthvað. 10:30 til svona 11:30.
Já, svona give or take, þið þurfa aðeins að skoða útsýningardagskránna og ég þarna alla mótna laugardag, sunnudag, mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag og svo sunnudag. Þorkell tekur laugardaginn 20. Já, hann tekur þær Erna-keppir. En en við erum sem sagt að sýna RÚV er að fara að sýna kvölddagsskrána. Það er 9 klukkutíma munur. Þannig að við sjáum, og það er yfirleitt alltaf úrslitið þá. Morgundagsskráin er yfirleitt bara svona undan úrslit og þess aftar. Þannig að við fáum að sjá rjóman. Nú erum við búin að spá í þetta, þannig að nú verður gaman að sjá hversu rétt þetta er. Hvernig þetta fer allt. En þú ert algjörlega ómissandi á sjónvarpsskjánum hjá okkur. Ég verð bara að þakka þér fyrir, sko. Það er bara verið ykkur að góðu, sko. Ég hef mjög gaman að þessu. Við höfum gaman eitthvað, það er gaman hjá þér. En ég ætla samt líka að segja, út af því við vorum á unglingalandsmótinu í sumar. Já. Ég ætla að enda á þessari sögu, því mér fannst þetta magnað. Og þegar þú ert á unglingalandsmótinu, þá sem sagt geta allir keppt í boðhlaupi og við bara smölum í sveitir, þau finna einhver nöfn og þú veist, við rétt svona að skrifa niður og ég er að taka móti sveitunum, skrifa nöfnin, það er bleikusvínin og þú veist, það er svartakassin og þetta hitt og eitthvað, þú veist, ég man ekki hvað þetta heitir, bara græna þruman og eitthvað og þau eru engin í eins búningum og Bjössi kemur, kíkir yfir öxlina á mér, les 5 nöfn, eitthvað, þú veist, bleikusvínin, horfir á fólkið, eitthvað, tók svo bara mikrofónin, fór út á gras með ekkert í höndunum og sagði svo, á fyrstu braut er bleikusvínin, á annari braut er þessi, þriðju braut þessi. Byssan fer að stað og hann segir, já og svo kemur bleikusvínin og þau taka fram úr og þessi kemur. Hann mundi öll nöfnin allan tíma. Já, þetta var reynda svolítið challenge því að þetta voru svo oft svo lík nöfn, sko, bleiku, það voru eins og sprinterar og sprinterarnir og þú veist, þetta var ekki en alltaf. En þú klikkaðir ekki? Nei, þetta tókst ótrúlega vel. Já, ég horfði á blaðið og ég mundi ekki hvað ég var að lesa, en þú gast líst sko vatnakeppni í boðhlaupi með skrýttanöfnum og engin einsbúningum. Ég veist það mjög impressive. En ef ég hefði ruglast, þá hefði engin vitað nema þú sem varst blaðið. Nákvæmlega, en þessna fylgdist ég með. En herru, takk hérlega fyrir. Bara takk fyrir að hafa mig. Já, og bara góða skemmtun og gleðilegt HM. Bara takk fyrir. Takk fyrir að hlusta. Eigðu góðan dag. Gleðin með Silju Úlfars.